bara geta séð deila skjánum. Hvað segirðu? Já, deila skjánum. Já. Hefum ekki bara að setja í gang? Er það ekki? Góðan daginn. Gaman að sjá ykkur öll. Og þið sem eru að horfa og hlusta á streymi, verið öll hjartanlega velkomin hingað á Grand Hotel á þetta málþing sem að við höfum valið að kalla Heimurinn er hér, fólk í viðkvæmri stöðu. Ég heiti Marja Björk Ingvadóttir og er nýr framkvæmdastjóri Félagsráðgjafafélags Íslands. Sem einmitt stendur að þessu málþingi ásamt fagdeild fjölmenningar félagsráðgjafa. Við ætlum að vera hér saman til hádegis og við ætlum að hlýða á afskaplega mörg áhugaverð erindi. Það verða 6 erindi hérna í dag. Við gefum okkur nokkuð góðan tíma, við tökum hlé klukkan 10:10. Maturinn stendur hérna áfram, allavega fram yfir hlé. Og þið eru velkomin að fá okkur það sem þið viljið af hlaðborðinu og njóta þess. Við ætlum að halda tíman eins vel og við getum og bið fyrirlesara að virða það. Við ætlum að byrja á Margréti Steinarsdóttur, framkvæmdastjóra og lögfræðingi Mannréttindaskrifstofu Íslands. Hún ætlar að fjalla breytta tíma sem við lifum á, ný mannréttindastofnun og staða fólks í viðkvæmri stöðu. Margrét, gjörðu svo vel. Takk fyrir og komið þið sæl. Mér langar að byrja á því að segja ykkur frá Mannréttindaskrifstofu Íslands. Þannig að Sameinuðu þjóðirnar gera það kröfu að öll aðildarríki séu með sjálfstæða innlenda mannréttindastofnun sem hefur eftirlit með mannréttindum í aðildarríkjunum og sem sagt stjórnvöldum bæði til leiðbeiningar og til aðhalds. Og það sem að Ísland sem sagt hafði enga slíka stofnun og þá tóku nokkur samtök sig saman árið 1994 og stofnuðu Mannréttindaskrifstofu Íslands til að í rauninni gegna þessu hlutverki og núna eru aðildarfélögin 17 en Mannréttindaskrifstofan auðvitað þá hún sé og meiri sé með samning við það núna komið yfir til félagsmálaráðuneytis að starfa samkvæmt Parísarviðmiðum Sameinuðu þjóðanna mannréttindastofnanir að þá getur aldrei verið slík eiginleg stofnun því að hana á að setja á fót samkvæmt lögum og hún á að vera algjörlega hafa sjálfstæðan fjárhag og vera sjálfstæð og óháð. Og þegar ég var ráðin til Mannréttindaskrifstofunnar, það var 2010, að þá var mér sagt að ég væri ætti að vera að vinna að því að verða atvinnulaus. Og það passar, við erum búin að vera að vinna stofnun mannréttindastofnunar alveg frá stofnun reyndar en loksins gerðist það núna í vor að það fór í gegn frumvarp býttu nú við, ég ætla að átti ekki að brýta niður til að
hérna, eða... Nú gerist ekki neitt, ég ætlaði að sýna ykkur glærur. Ég bara yfir á næstu glæru. Já, hún gerst það. Já. Ok, þá kemur það bara hér og ok, þetta eru lögin sem að gengu í gildi í vor og eins og þið sjáið að þá sko megin hlutverk mannréttindastofnunarinnar, það að efla og vernda mannréttindi á Íslandi og eins og þau eru skilgreind og það er í stjórnarskrá, lögum, alþjóðasamningum. Ég hef heyrt fólk tala ég man eftir einu viðtali í fjölmiðlum nýlega þar sem var sagt verður ekki að fara að herða þetta mannréttindahugtak. Það er eitthvað sem við ráðum ekkert við. Við erum með þetta alþjóðlega eftirlitsaðila sem að túlka mannréttindasamningana sem við erum aðilar að og eins og mannréttindadómstóll Evrópu og svo auðvitað það nefndir sem að starfa samkvæmt samningum Sameinuðu þjóðanna að þær gefa frá sér álit varðandi ýmsar greinar og svo framvegis og það er bara okkar að hlíta því og fara eftir því. Nú, svo eins og ég sagði áðan að Mannréttindastofnunin á að vera sjálfstæð í sínum störfum og óháð fyrirmælum frá öðrum og þar með talið Alþingi. Stofnunin átti að taka til starfa núna 1. janúar 2025 og það er svo sem ennþá í lögunum. En það var lagt fram frumvarp núna í gær á þingi að fresta gildistöku að stofnunin taki í raun til starfa fyrir 1. júlí á næsta ári og mér finnst það jákvætt vegna þess að það var í rauninni ekkert tilbúið fyrir stofnunina. Það átti eftir að gera allt, það átti eftir að skipa stjórnin átti eftir að auglýsa eftir framkvæmdastjóra og ráða hann, þannig að þetta var mjög knappur tími og við bendum reyndar á það strax í vor að þetta er knappur tími fram áramótum og síðan bætast auðvitað kosningarnar og svo framvegis. Þannig að ég held að það sé bara mjög gott að stofnunin taki þá geti starfa fyrir 1. júlí á næsta ári og í þessu frumvarpi segir að félagsmálaráðuneytið eigi að hlutast til að gera þjónustusamning þá við Mannréttindaskrifstofu Íslands fram að þeim tíma. Og það finnst mér líka mjög jákvætt af því að ef að starfsemin félli niður tímabundið að það gæti bara haft mjög alvarlegar afleiðingar og til dæmis varðandi lögfræðiráðgjöf fyrir innflytjendur sem ég ætla nú að fara aðeins í á eftir. En hérna eru talin upp nokkur verkefnaskrifstofu eða mannréttindastofnunar og það er að fjalla ástand mannréttinda á Íslandi og vekja athygli Alþingis og stjórnvalda á hugsanlegum mannréttindabrotum og svo leiði til úrbóta og veita einstaklingum sem leita til skrifstofunnar leiðbeiningar og það er þá þetta gerum við til dæmis á skrifstofunni alltaf við erum auðvitað með samning við félagsmálaráðuneytið lögfræði ráðgjöf fyrir innflytjendur en við erum líka allir þeir sem leita til okkar þeir fá þetta ráð frá okkur hvert þeir geti snúið sér og svo framvegis þó að við séum kannski ekki í eiginlegri lögfræði ráðgjöf þá engu að síður þá reynum við alltaf að leiðbeina þeim sem koma til okkar og það mun verða líka hlutverk innlendar mannréttindastofnunar. Nú svo stofnunin hefur líka eftirlit með framkvæmd samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og réttindagæslumenn fatlaðs fólks munu líka falla undir stofnunina. En hún mun ekki taka ákvarðanir í einstökum málum eða neitt tvígilegt. Sumar mannréttindastofnanir taka að sér einstaklingsmál. Ég held að mér sé ótt að segja að engin stofnananna á Norðurlöndum gerir það. En svo danska hefur reyndar eftirlit með framkvæmd mismununarlöggjafar í Danmörku þannig að hún aðstoðar fólk við kærur, fólk sem telur sér hafa verið mismunað. En það er alveg klárt að til þess að geta tekið að okkur málefni einstaklinga þá þyrfti að vera miklu fleiri starfsmenn.
Og á Mannréttindaskrifstofu Íslands til dæmis eru bara 2 starfsmenn, þannig að við erum svona að reyna að sinna öllu sem við getum og við getum sagt að það sé mögulega í mýflugumynd. Síðan annað mjög mikilvægt, eins og ég segi, sko, þessi stofnun starfar samkvæmt lögum og sjálfstæð og hún getur kallað eftir öllum þeim upplýsingum sem hún þarf til þess að sinna sínu starfi. Og af því ég var nú að segja ykkur frá Mannréttindaskrifstofu Íslands, við erum frjáls félagasamtök, þannig að ef eitthvað sem að okkur finnst einkennilegt og ekki geta staðist til dæmis mannréttindaskuldbindingar, að þá getum við sendt fyrirspurnir á til dæmis tilteknar stofnanir, en svo auðvitað ber þeim að svara og svo framvegis skriflegum fyrirspurnum, en það svo sem ekkert, við höfum ekkert vald eða neitt þvíumlíkt og við getum ekki kallað eftir eða óskað eftir upplýsingum, þannig að þetta auðvitað mjög mikilvægt, í rauninni mjög mikilvæg heimild sem Mannréttindastofnunin hefur til að kalla eftir upplýsingum og síðan getur hún gert athugasemdir við tiltekna framkvæmd og svo framvegis. Þannig að þetta mjög til bóta og verður og mun vonandi, og svo ég strax farin að sjá fyrir mig til dæmis hversu vel þessi stofnun getur unnið í samvinnu við til dæmis umboðsmann Alþingis. Við höfum svo oft verið til dæmis að benda umboðsmanni á ýmislegt sem okkur finnst ekki standast stjórnsýslulög í sambandi við málsmeðferð ýmissa stofnana og svo framvegis, og þá auðvitað getur umboðsmaður tekið upp samkvæmt 5. greinum laga umboðsmann, þá getur hann að eigin frumkvæði kannað það. Og svo auðvitað jafnréttisstofa sem að hefur eftirlit með mismununarlöggjöfin og svo framvegis, að þetta geta verið, þessar stofnanir ætti að geta unnið mjög vel saman og þetta geta komið þarna samlegðar áhrif. Af því að Mannréttindastofnunin í rauninni ekki að seilast inn á verksvið neinnar stofnunar, en bara svona, hvað segir maður, svona yfir allt hefur eftirlit með mannréttindum í stjórnkerfinu öllu og ber að fylgjast með stöðunni og gerir svo skýrslu til alþjóðlegra nefnda og svo framvegis. En núna ætla ég bara að segja ykkur aðeins frá lögfræðiráðgjöf Mannréttindaskrifstofunnar fyrir innflytjendur. Frá 2010 þá hefur skrifstofan sinnt slíkri ráðgjöf og fyrst vorum við með samning við Reykjavíkurborg, en síðan tók félagsmálaráðuneyti við og við höfum sem sagt gert samning árlega og reyndar til 2 ára síðustu árin. Og ég þarf örugglega ekki að segja ykkur, félagsráðgjöfum, hversu einstaklingsráðgjöf mikilvæg. Og við getum verið með alls konar upplýsingar á netinu og á prenti og hér og þar, en það kemur ekkert í staðinn fyrir bara persónlega einstaklingsbundna ráðgjöf, og staða fólks svo mismunandi og það mismunandi statt og það enginn að velta fyrir sér til dæmis skilnaði fyrir hann bara lendir í skilnaði og þá veit hann ekkert hvaða reglur gilda. Þannig að, og svo hvað varðar ráðgjöfina fyrir innflytjendur, það hefur líka verið gagnrýnt. Okkur þið bara með ráðgjöf fyrir innflytjendur, lögfræðiráðgjöf, en fólk sem kemur hingað frá fjarlægum löndum til dæmis, það þekkir ekkert til samfélagsins, það oft búið að segja því alls konar vitleysu, gefa því rangar upplýsingar og það veit ekki hvað réttindi það hefur, það veit ekki hvað skyldur, það veit ekki hvert á að snúa sér. Þeir sem eru fæddir og uppaldir í landinu hafa allavega forskot varðandi það, þó þau séu kannski ekki vel inn í öllum lögfræðilegum málum og eins og ég sagði áðan, þá reynum við alltaf að leiðbeina fólki áfram og vísa því áfram. En þið sjáuð þarna, ég tók þetta úr skýrslu til félagsmálaráðuneytisins að viðtala fjöldin í fyrra var 566 og þar af voru 82 símtöl í gegnum síma eða fjarfundabúnað því að við sinnum fólki alls staðar á landinu. Og svo erum við líka í samstarfi við móttökumiðstöðvar fyrir þolendur eða brotaþola ofbeldis og það eru Bjarkarhlíð í Reykjavík, Bjarmahlíð á Akureyri og Sigurhæðir á Suðurlandi og svo nýtekin til starfa Suðurhlíð í Reykjanesbæ. Þannig að þetta talsvert mikið og við sinnum ráðgjöfinni til dæmis í
Bjarkarhlíð annarkvæmt miðvikudags eftirmiddag og svo er opið 2 í viku hjá okkur, bæði á 3. og 5. En staðan er svo, og eins og þið vitið, eru svo margir innflytjendur á landinu núna, og staðan er svo að við erum að bóka viðtöl núna miðjan desember. Þannig að fólk þarf að bíða í meira en mánuð eftir viðtali. Og allir nánast sem að leita til okkar, þeir segja að þetta er mjög áríðandi og geti ekki fengið viðtal fyrr, en svona er staðan. Við sem sagt önnum þessu ekki betur en það, þannig að, og ég man þegar ég byrjaði að vinna í Alþjóðahúsi 2004, þá var ég í ráðgjöf allan daginn, alla daga, þess að 5 daga vikunar, og þá voru 10.000 manns með erlend ríkisfang á Íslandi og núna eru 80.000 innflytjendur hér, þannig að þið sjáið að nú er ráðgjöfin veitt bara 2 viku, þannig í rauninni, ég efast ekki að hver einasti tími yrði bókaður þó að ráðgjöfin yrði veitt alla virka daga, sko. En já, eins og ég segi, hún er veitt 2 í viku. Það voru fleiri karlar sem að sóttu ráðgjöfin og þetta hefur verið, við reyndar vorum aldrei neitt að kyngreina þetta, en við byrjuðum á því bara fyrir 2 árum og þá voru fleiri karlar sem sóttu ráðgjöfina og það var líka í fyrra. Við erum ekki búin að taka saman hlutföllin í ár, en þrátt fyrir til dæmis að mikill meiri hluti, til dæmis þeirra viðtala sem við veitum í móttökumiðstöðunum fyrir þolendur ofbeldis séu konur, að þá er það samt svona, mín tilfinning er að það sé ennþá kannski hlutfallslega aðeins fleiri karlar sem leita til okkar. En það er mjög mismunandi vegna hvers þau koma, eins og karlar koma miklu síður vegna sifjamála heldur en konur. Þær koma mjög oft út af skilnaðarmálum og ofbeldi, þá oft sagt vera ástæða skilnaðar og svo er það forsjá og fleira og þar erum við í þeirri stöðu að vera sífellt að reyna að vinda ofan á röngum upplýsingum, því það er búið að gefa konunum rangar upplýsingar, segja þeim hvernig staðan sé á Íslandi og hún sé þannig að við skilnað þá haldi maðurinn öllum eignum og fái forsjá barna, þannig að það er allt í lagi að það skilji, en þá verði þær bara að fara slippar og snauðar og mjög gjarnan að það þurfi bara að hringja 1 símtal í Útlendingastofnun og þá verði þeim vísa á landi og svo framvegis. Þannig að þetta er svona, svolítið getum við sagt rauður þráður eða gegnum gangandi. Við þurfum mjög ofta að svona vinda ofan á þessu og stundum jafnvel hika konur við að trúa okkur, því það er búið að markvisst gefa þeim rangar upplýsingar. Nú, síðan er flest erindi í fyrra, þau voru vegna sifjamála og það er alltaf svona, það er eins og það takist alltaf á mál vegna dvalar og atvinnuleyfa og sifjamálin, þetta eru alltaf stærstu flokkarnir, stundum eru dvalarleyfin aðeins fleiri og stundum sifjamálin. Það hefur samt svona verið, finnst mér, sérstaklega í seinni tíð að þá sé svona sifjamálin stærsti flokkurinn og þá er maður að tala skilnaðarmál og forsjármál, umgengnisrétt við börn, eignaskipti vegna skilnaðar og fleira og eins og ég sagði áðan að þá er ofbeldi oft faktor í því og síðan eru ýmis erindi tengd dvalarleyfum og dvalar- og atvinnuleyfum og svo umsókna ríkisborgararétt. Og það hefur nú aðeins dregið úr því, en á tímabili þá voru svo margir sem sóttu ríkisborgararétt í gegnum Alþingi og byrjaði á því að einhverjir 2 aðilar komu til okkar og við aðstofum við að skrifa bréf til Alþingis að fá ríkisborgararétt til að geta hitt veika foreldra áður en það er of seint. Og eftir það kom bara holskefla í nokkur misseri að allir vildi fara í gegnum Alþingi, en síðan hefur fólk svona séð það að það er yfirleitt ekki að ganga því að núna er Alþingi bara að veita þegar sem sagt, í undanþágu tilvikum. En við aðstofum fólk til dæmis við það og við aðstofum fólk við að skrifa kærubréf, til dæmis til kærunefndar húsamála eða úrskurðarnefndar velferðarmála og svo framvegis. Og það eru mjög margvísleg erindi sem koma til okkar, oft líka vegna einhvers konar
brota í atvinnu og húsnæðismála. Það mjög ofta leigusalar vilja fá tryggingu fyrirfram, svo þegar viðkomandi flytur út að þá fær hann ekki tryggingun endurgreidda og það er svona alls konar í gangi og þetta er mjög fjölbreytt. En já, síðan ef við tökum bara árið í ár, að ég er ekki búin að taka árið saman, en þetta er svona mjög svipað nema því leytinu til og það er kannski líka ein ástæðan fyrir því að það er núna svona löng bið eftir viðtölum hjá okkur. Það hefur alltaf verið einhver bið en þetta er það lengsta svona sem hefur verið. Að það hafa leitað svo rosalega margir til okkar sem hefur verið synjað alþjóðlega vernd og mjög margir frá Venezuela til dæmis og þá höfum við verið að reyna að leiðbeina fólkinu áfram. Það er auðvitað mjög lítið sem er hægt að gera þegar fólk er búið að fá sem er kallað 2 synjanir bæði frá Útlendingastofnun og kærunefndinni. En eitt sem að okkur finnst svolítið áberandi bara eftir að tala við þetta fólk að þegar Rauði krossinn var með samning við ríkið að vera talsmenn fyrir umsækjendur að þá var þetta mjög, getur við sagt, samræmd málsmeðferð. Það voru margir lögfræðingar vinnandi þarna og þeir unnu málin svolítið saman þannig að fólki var að fá í rauninni góða aðstoð en núna fer bara allt eftir talsmanninu. Sumir talsmenn eru alveg frábærir og meðan aðrir eru bara mjög lítið að gera og við höfum fengið dæmin að borð hjá okkur þar sem að einstaklingur sem vildi kæra ákvörðun Útlendingastofnunar og sagði það við talsmanninn en hann það fórst fyrir hjá honum. Og svo var þessi einstaklingur fluttur úr landi þannig að hún fékk ekki einu sinni endurskoðun á málinu sínu hjá kærunefndinni. Þannig að þetta er eitthvað sem að manni finnst auðvitað ekki geta gengið. Og það koma upp svona eins og ég segi þegar koma upp einhver ákveðin mál að þá finnum við alltaf ráðgjöfinni hjá okkur. Þá er eins og þetta að nú eru mjög margir sem hefur verið synjað alþjóðlega vernd að leita til okkar. Svo er annað sem við erum að sjá núna líka að það er að borgin hefur verið að synja fólki sem hefur verið á fjárhagsaðstoð og verið að synja þeim fjárhagsaðstoð af því að þau hafi samkvæmt uppfyllt skilyrði útlendingalaga fyrir tryggri framfærslu þegar komið til landsins og þá er það kannski einhver ættingi hér sem samkvæmt lögum er ekki framfærslu skyldur við einstaklingin. Og það eru nú komnar, við höfum aðstofað fólk líka við að skrifa kærur þetta, en það eru komnar niðurstöður í allavega 2 málum hjá úrskurðarnefnd velferðarmála sem tekur í rauninni ekkert á framfærslukildinni en bendir á að borgin hafi ekkert kannað hvort að einstaklingurinn væri þörf fyrir framfærslu. Þannig að við erum svona að bíða eftir hvað kom út úr þessu, en við erum alltaf að sjá að þegar eitthvað svona kemur upp að þá streymir fólkið inn til okkar. En já. Nú, eins og ég var að segja ykkur áðan, það er svo mikilvæg, finnst mér, þessi einstaklingsráðgjöf fyrir innflytjendur af því þeir þekki ekki sín réttindi, þeir þekki ekki sínar skyldur, vita ekki hvert auga leita og svo eru tungumála örðuleikar og auðvitað vantreysti í garð opinberra aðila. Það eru margir sem vantreysta lögreglunni auðvitað og hafa slæma reynslu lögreglunni í sínu heimalandi eða eitthvað þvílíkt og vita ekki hvernig lögreglan starfar. Það er líka ofta fólk vantreysti stéttarfélögum því stéttarfélög eru allt önnur í þeirra heimalandi og svo er líka hitt að það fer eftir því hvar það er. Að ég veit til dæmis að félagsþjónustan auðvitað kallar alltaf til túlk en hjá sýslumönnum, sýslumaður kallar ekki til túlk nema í algjörum undantekningatilvikum og fólk er að koma til okkar stundum með endurrit og sifjamálabók eitthvað þvílíkt og sýna okkur og hvað stendur hér. Er mér óhætt að skrifa undir. Og þegar ég var í Alþjóðahúsi í gamla daga þá var það svona mantra hjá okkur, aldrei skrifa undir neitt sem vitið ekki hvað er og fólk kom með þetta til okkar og fékk að vita hvað stóð og þetta virðist til allra lukku vera ennþá svona allavega margir sem að átta sig á því og koma til okkar til þess að fá þá leiðbeiningar eða fá að vita hvað stendur og stundum meiri sé að þó fólk viti það að þá vill að koma til okkar til að fá staðfestingu af því það treystir okkur betur heldur en hinum. En já, en svo ætlum við nú að ræða saman á eftir þannig að þið getið þá komið með spurningar ef þið hafið. En ég bara þakka ykkur fyrir gott hljóð.
Þakka þér kærlega fyrir. Nú, við vonum að þetta málþing kalli fram einmitt nýjar hugmyndir og nálganir til að styðja við fólk í viðkvæmri stöðu og ekki síst ef það gæti nú stuðla að samræmdum aðgerðum stjórnvalda og stofnana og samfélagsins í heild. Við erum svo heppin að fá hingað til okkar sérfræðinga frá heimferð og fylgdardeild ríkis lögreglustjóra. Það er Höllu Björk Erlendsdóttur og Eddu Ósk Thórarensen og það er alltaf að fjalla leiðina heim. Verið velkomnar, gjörið svo vel. Kannski byrjaði að byrja hvernig ég fæ glærurnar inn á. Ekki bara. Já. Svona. Góðan daginn, ég heiti Edda og ég er hérna með Höllu en hún er búin að vera svolítið kvefuð þannig að hún ætlar ekki að tala í dag og ég fæ að sjá hún að tala við ykkur sem mér finnst ekki leiðilegt. Eruð þið ekki nægilega viljað mér fyrir ekki? Já. Hérna, það er náttúrulega einstakt fyrir okkur að fá að koma og vera með og fá að heyra alla þessa fyrirlestra og fá að miðla því sem við erum að gera. Af því ég held að það sé ekki allir sem vita hvað við erum að gera hérna almennt. Þegar það var haft samband við okkur og okkur var bara búið að halda erindi, þá vorum við svolítið að spá í hvað við ættum að kalla erindið. Og við ákveðum að kalla það leiðin heim. Það er út af því að það sem við erum að gera í vinnunni, það er að við erum að tala við einstaklinga og hjálpa þeim og undirbúa för aftur heim. Þegar við erum ekki að taka afstöðu til þess hverjir eiga að vera fluttir úr landi. Við erum ekki að taka ákvörðun málsmeðferð. Það liggur fyrir niðurstaða þegar við fáum mál til okkar. Þannig að við erum bara að tala hvernig einstaklingur er undirbúnir fyrir förina og hvernig flutningurinn fer fram. Ég á eftir að koma inn á það svolítið oft, af því það er þessi misskilningur. Við erum í heimferðar- og fylgdardeild og það hefur verið stytt í Hof. Heimferðar- og fylgdardeild, hún kallast áður stoðdeild og við önnumst framkvæmdir á fylgdum og landi fyrir umsækjendur með alþjóðlega vernd sem hafa fengið endanlega synjun og eigi ekki annar rétt til dvalar á Íslandi, en svo erum við líka með alveg önnur mál sem við sjáum flutning á. Þegar umsækjendur með alþjóðlega vernd hefur fengið endanlega niðurstöðu, þá ber hann að fara landi og verklagið hjá okkur, bara verklag stjórnvalda byggir á því að við erum að tryggja faglega, skipulega og mannúðlega framkvæmd við fylgdir einstaklinga úr landi. Þegar við erum að flytja einhvern úr landi þá er þetta tvíþætt. Við erum að undirbúa fylgdina, við erum að tala við fólk áður en það fer og síðan erum við með lögreglumenn sem að sjá fylgdina sjálfa. Þá voru þeir að fylgja einstaklingum í fluginu og þeir reyna alltaf að takmarka allan skaða og óþægindi fyrir einstaklinga í fluginu sjálfu. Okkar lögreglumenn eða lögreglufulltrúar, þeir eru ekki einkennisklæddir til dæmis. Þetta er eitthvað sem oft spurt er ég að fara í flug með einstaklingi, verði ég í járnum til dæmis og það er yfirleitt ekki þannig. Lögreglumennin sem við erum með, þeir gert rosalega krafa langan starfsferil, óflekkað starfsferil. Þetta eru ekki venjulega lögur, en þeir eru öðruvísi. Þeir eru rosalega þolinmóðir og rosalega langlundageð, af því bara það sem þarf í þessu. Þetta er fólk sem líður illa, þetta eru erfiðar aðstæður og við erum að reyna að nálgast alla og gera þetta eins vel og hægt er. Deildin, hún hefur breyst. Það var þarna breyting útlendingalögum í fyrra og við fengum nýtt hlutverk. Við erum núna líka með bærum 16, þar erum við með dvalarstað fyrir fólk sem er á leið úr landi. Það var fjölgun á umsóknum og það var breyting á fjölgun í starfsmannahópnum. Þá komið sérfræðingarnir inn. Það var fjölgun á umsóknum með alþjóðlega vernd og verkbænum fjölgaði rosalega. Það er tölfræðan 20-40 fór yfir í 200 og heildin er það svona cirka 350 núna hjá okkur. Og ef þið eru að spá, ég hef ekki að sé aðra tölfræði annars staðar, ég er að telja þarna með þá sem eru horfnir. Út af því að við erum að vinna með þann hóp líka. Og ég á eftir að koma aðeins inn á horfna núna eftir. Deildin er skipt í 3 teymi
Við erum með þjónustuteymið sem annars þjónustu fyrir þá sem að bíða flutnings, þau eru mikið að sjá bærunnið. Síðan erum við með sérfræðingateymið sem eru við Halla og einu önnur og við erum sem sagt að kanna samstarfsvilja, afla ferðaskilríkja, eigum samskipti við einstaklingana, náttúrulega stærsti hlutin okkar starfi og við erum í samskipti við viðtökulönd og sendiráð og við gerum ákvæðan vegna frestana og niðurfellingu þjónustu líka, það er gott að taka það hérna með. Síðan erum við fylgdarteymið og þeir eru með þvingaða flutninga. Svo eru þið líka að fylgja einstaklingum sem þurfa einhverja aðstoð fyrir einhverjum öðrum ástæðum. Það er ekki alltaf bara þvingaða flutningur sem að þeir eru með. Við erum með líka til dæmis sem þessi kona, mörg börn, hún þarf aðstoð í flugi. Þá erum við með einstaklingar sem fara með þeim. Síðan erum við með starfsmenn þvert á teymið, með upplýsingafulltrúa, við erum með skrifstofufulltrúa, við erum með öryggisverðan á bæjarinu og við erum með okkar eigin öryggisverði, við erum ekki með svona securitas-þjónustu eitthvað svoleiðis, við erum með fólk sem fer í þjálfun hjá lögregluskólanum og annað slíkt. Við erum með tímabundna sérfræðinga á vegum Frontex, European Border and Coast Guard og við höfum verið með í ár 2 og svo voru einhverju annar sem var fyrir mína tíð. En við erum komin hingað, það er kannski gott að velta fyrir sig hvað við erum að vinna með og fólk veit oft ekki, það kemur verkbeiðni inn til okkar, hvernig kemur þetta inn til okkar. Og við erum með önnur mál sem ég var að tala áðan, þá erum við með til dæmis, við erum með fangaflutninga, við erum með brottvísanir, einhverjum öðrum grundvelli og síðan erum við með synjanir, eða tvöföldasynjun. Og það er þá þegar umsókn alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi hefur fengið 2 synjanir á 2 stjórnsýslustigum. Hún kom inn á það áðan með 2 synjanir. Og þá áður en mál kemur til okkar þá til dæmis þú ert búin að fá ákvörðun hjá Útlendingastofnun, þú ert búin að fá ákvörðun frá KNU og það er búið að hafna fresta réttaráhrifa eða þú fórst ekki fram á það. Og það er svolítið breyting sem eru orðið áður var það þannig að þú þurftir að kæra ákvörðun Útlendingastofnunar en núna lítur hún sjálfkrafa kæru. Þannig að það er svolítið búið að dekka þarna talsmaðurinn er ekki fara að klúðra því hann gleymdi að kæra. Þannig að þú þarft að lýsa því yfir að þú ætlir ekki að kæra. En já, það á að vera þannig, það á alltaf að lúta núna sjálfkrafa kæru til. Já, ok. Hún getur kannski spurt okkur til þetta nánar og ég sá líka að þú getur senda okkur fyrirspurnir, þannig að það er alveg kjörið að senda það. En við skiptum þessu niður í 30 mála hjá okkur sem við erum mest að vinna með. Það eru efnismálin og þá erum við að kanna samstarfsvilja. Viðkomandi er búin að fá boð sjálfvilja heimför hjá Útlendingastofnun og hefur annaðhvort afþakkað hana, þetta er endurhæfingarstyrkur sem hefur boðið, eða það sem það á við. Síðan erum við með verndamálin og þá erum við komandi ekki til samstarfs til að fara til annars Evrópuríkis þar sem við komandi með vernd og svo erum við með Dublin-mál og þá erum við með einstakling sem er, annað Evrópuríki ber ábyrgð á málum hans. Hann er framseldur á, ekki framseldur fyrir ekki, hann er sendur áfram á grundvelli Dublin-reglugerðar. Sem á þá annað Evrópuríki, heyrast eitthvað skrítið hljóð alltaf við við. Já, og já, hann kem ég inn og það er í höndum Útlendingastofnunar að fresta framkvæmd. Við erum ekki að fresta framkvæmd sjálf, það er ekki hluta á okkar starfi. Og það er kannski gott að koma inn á það að við veljum okkur ekki verkefnin okkar. Við fáum verkefnin send til okkar og við viljum náttúrulega líka ekki að hlutinni séu þannig að við getum bara gert það sem okkur dettur í hug hverju sinni. Það eru bara reglur þetta. Við fáum verkefni til okkar og við vinnum úr því eftir bestu getu, bara hverju sinni. Það sem við erum að gera er að við erum að aðstoða við sjálfa heimför. Svo það sem ég kom inn áðan, við fylgjum einstaklingum í landi sem kjósa fara ekki sjálfviljugir og þurfa fylgd. Og það var eins og ég talaði það náðan líka bara ef þú þarft fylgd, þetta er ekki allt þvingaðar flutningar. Við erum að leiðbeina einstaklingum stöðu þeirra.
Við erum að hjálpa til við útvega gögn, rosalega mikið fæðingarvottorð fyrir börn sem eru fædd hérna á Íslandi. Við erum aðstofað við að skoða möguleika heimför til lands þar sem viðkomandi með löglega dvöl. Þannig að einstaklingur kannski er með dvalarleyfi einhvers staðar annars staðar. Við sjáum að útvega alls konar þjónustu fyrir einstaklinga sem eru úrræði hjá okkur. Og þá ég svolítið að tala um þarna þjónustufulltrúana í bæjarhrauninu. Við sjáum aðstoð, það vantar læknisaðstoð og eitthvað svoleiðis. En ég er sem sagt hluti af sérfræðingateyminu með Höllu og við erum 3 og við erum að veita faglega upplýsingar á til einstaklinga. Við erum að afla ferðaskilríkja og annarra gagna. 2 okkar hafa fengið þjálfun í samskiptum við börn og fjölskyldur á heimferð. Þetta var á vegum Frontex. Við erum líka alltaf með, ekki alltaf, höfum verið núna með starfandi sérfræðingar frá öðrum Evrópulöndum sem eru með alveg 30 ára reynslu. Og við erum núna nýbúin að vera með eitt frá Noregi, það er eitt frá Slóveníu búin að vera núna og svo erum við vonandi að fá Dani á næsta ári. Þannig að þeir eru með mikla reynslu. Við erum náttúrulega að mestu í viðtölunum og við ætlum að fara aðeins í framkvæmdina. Viðtölum fara fram á tungumálið sem viðkomandi skilur og oftast notast við túlkaþjónustu. Og við reynum að nota móðurmál og það er alltaf best að fá túlk í persónu. Það gengur ekkert alltaf upp. Stundum eru bara engin túlkar og þá erum við að nota símþjónustu. Þannig að við tökum til dæmis, að tala um að þeir skil ekki hvað fram fyrir viðtölum, þetta er ekki hjá okkur. Það er bara alls ekki búið. Já, við pössum rosalega vel upp á þetta og við jafnvel frestum viðtalina aðeins ef við fengum ekki túlk, ef okkur finnst túlkurinn ekki nægilega góður. Það bara við pössum upp á þetta og þetta skiptir svo miklu máli líka til þess að þau upplifa að þau séu skilin, þau vilja tjá sig. Og ég á eftir að koma svolítið inn að það af hverju við erum að gera þetta þannig. Þetta er alltaf stutt sem við getum fjallað um, það er svo margt sem við gerum og þetta bara skiptir svo miklu máli af því við erum að vinna með fólk. Og við förum með hvert mál, skoðum endurkomubönnin, útfærslunum á þeim, möguleikann í stöðunni. Fjölskyldur fá sérstaklega leiðbeiningar og bæklinga og komin bæklingan og við erum með bæklingarna hérna ef þið viljið kíkja aðeins í þá. Það getur verið bara svona að sjá hvernig við erum að vinna þetta. Við förum yfir núverandi stöðu núna og hvaða framtíða möguleikar eru í boði. Könnum önnur lönd, áttu rétt og dvöl í öðru landi. Og við reynum alltaf að fá einstaklinga til samstarfs við að fara sjálfurlegir. Og ef að viðkomandi ákveður í viðtali hjá okkur að hann vill fara sjálfurlegur, þá erum við að senda yfirleitt málin yfir til Útlendingastofnunar og þá fara þeir með þeim, þeir fara með IOM, þeir fara með Frontex. Og það er ekki bara það að þeir fara þannig yfir, þeir fá mikla þjónustu, það er þeim fylgt eftir, þeir fá fleiri viðtöl og þeir undirbúin vel heimförin og það skiptir svo miklu máli þarna að jafnvel þótt að viðkomandi eigi ekki rétt á enduraðlunarstyrk, til dæmis ef einhver vill fara sjálfurlegur og hann fer yfir til Útlendingastofnunar eða fer sjálfurlegur með okkur, þá er hann byrjaður virt að undirbúa eigin heimför. Og það skiptir svo miklu máli upp á andlegu hliðina að þú ert að undirbúa að þú ert að fara. Þetta er ekki, við bara förum með þig og hvers og öll þessi, vanlíðan og svona tókstreita. Við reynum að fá einstaklingar til að hafa samband við fjölskyldu og vini í viðtökulandi og við förum jafnvel út í það við tölum en förum vinnufélagar. Hvernig förum atvinnurekendur. Bara þú ert að undirbúa för aftur heim. Það er bara stærra heldur en maður kannski hugsar yfirleitt. Og þetta er svo margþætt. Og já, við leiðbeinum náttúrulega líka með að afla gagna hérna innanlands. Gengur svona misvel. Og það eru sjúkragögn. Við yfirleitt svona tökum yfir þjóðskrá ef það þarf samskipti þar. En eins og skólarnir og sjúkrahúsin, við megum ekkert kalla eftir gögnum þar svona í þessum aðstæðum þegar einhver að fara sjálfurlegur, hann þarf sjálfur að fá sín gögn. En þetta skiptir svo miklu máli að við komum inn áðan. Við getum ekki breytt ákvörðunum og úrskurðum Útlendingastofnunar og kærunefndar. Við getum ekki fellt niður endurkomubönn sem hafa verið ákveðin staðfest. Það er ekki okkar. Við erum alltaf svolítið hérna að tala um fjölskyldur og fólki viðkvæmri stöðu. Og það er kannski,
þetta eru þessi viðtöl sem við erum að taka, þetta eru oft mörg viðtöl og viðtali kannski byrjar hægt. Að því fyrsta viðtali viðkomandi, hann er rosalega hissa að þetta sé að fara að gerast. Að því að hann er búinn að segja, nei, ég vill ekki fara sjálfurlegur. Svo kemur hann yfir til okkar og þá er svona, ok, þetta er að fara að gerast. Ég held að þetta tæki lengri tíma og kannski fyrsta viðtal viðkomandi er ekkert móttækilegur við upplýsingum. Hann er í uppnámi, honum líður illa, þannig þurfum að finna leið til þess að komast að honum og fá hann til þess að hlusta. Og það fer eftir gerð málana hvað varum að taka mörg viðtöl og einstaklingunum. En þú getur náttúrulega ekki tafið með framkomi viðtölum, það er náttúrulega bara rammi utan það. En við viljum alltaf að fólk vera sjálfurlegt. Þá sáttar það líður betur, það er í erfiðum aðstæðum en þú vilt alltaf bestu leiðina. Og það vill enginn fara í þvingaðan flutning. Það er bara þannig. Það er aldrei markmið í sjálfum sér að fara í þvingaðan flutning. Viðkomandi á að fara úr landi, en við viljum fá það til samstarfs. Og það er ekki bara að ferðin fyrir okkur er auðveldari, þetta snýst ekki um það. Þetta er bara viðkomandi hvernig hann á eftir að upplifa ferðina, upplifa endurkomuna og við þurfum að fá fólk með okkur í það. Bara þetta skiptir svo miklu máli. Og við erum alltaf að reyna að fá fólk til þess að horfa fram á veginn. Ekki ok, þú ert búin að fá nei núna hvað sérðu fyrir þér? En þetta er líka fólk, þetta er fólk sem hefur kannski alltaf verið duglegt að vinna, mikið að gera, jafnvel fólk með menntun, hvað er næsta skrifið, ekki vera fastur í núinu, nei, ég ætla að vera hérna, nei, ég vil bara þetta, ég vil bara, það er komin nei, við þurfum að halda áfram. Það er alveg, fólk er náttúrulega ekkert ánægt með að heyra þetta og fólk hefur mismunandi skoðanir á því hvað við erum að gera í þessum aðstæðum, en þetta er bara staðan eins og hún er og við tökum ekki ákvörðun í þessu. Og með fjölskyldur og börn, fólk í viðkvæmri stöðu, mér finnst það alltaf svolítið skrítið að tala sérstaklega að aðgreina svona fólk í viðkvæmri stöðu, að því að allir sem eru ólöglega í einhverju landi eru í viðkvæmri stöðu og ég held að sé öll sammála með það. Það sem við höfum gert, að við erum búin að bæta verklag og framkvæmdamálum. Við erum búin að útbúa verkferla og upplýsingaöflun og eiga samtal við viðeigandi stofnanir og hagsmunaaðila. Við fengum tímabundið starfsmann frá mennta- og barnamálaráðuneyti og hún fór gegnum okkur líka á námskeið í Noregi til að læra framkvæmdina þar, hvernig þeir eru að tækla flutninga á börnum og fjölskyldum. Það er bara mjög gott að fá svona starfsmann úr öðru umhverfi inn til okkar. Ég vona við fáum aftur svona. Þetta er bara rosaleg þekking og kunnáttu sem kom yfir til okkar. Við erum, eins og ég nefndi á, við erum búin að fá þjálfun í samskiptum við fjölskyldur og börn og við erum búin að vera mikið starfsmenn að fara á námskeið í öðrum Evrópuríkjum. Við erum búin að fara til Hollands, við erum búin að fara til, þetta er fullt á löndu sem við erum að fara til. Við fórum til Danmörku nú daginn. Þannig að, já, það er alveg, já, mörg lönd og við erum alltaf að reyna að bæta við bara kunnáttuna. Svo erum við með þessi sérfræðinga sem ég nefndi áðan og þessi Dani sem væntanlega er næsta ári og vonum að fáum hann og ganga allt upp. Og svo höfum við með lækni sem fer með í fylgdir þegar það þarf, ef einhverju veikur. Og hann hefur líka aðeins lesið við vottorð með einhver og eins höfum verið í samstarfi við hjúkrunarfræðinga. Þegar við getum ekkert metið þetta svona, við erum ekki með læknisþjálfun. Og síðan erum við með sem ég nefndi áðan bæklingana. Þetta eru bæklingar frá Frontex, þetta er Toolbox for Children og þetta eru leiðbeiningar fyrir fjölskyldur og börn. Og þarna í bæklingunum þá er farið yfir heimferðarferlið, hvernig best að ræða við börnin, tilfinningar, takast á við þær, undirbúa heimferð, framtíðin í heimalandi og viðtökuríki. Þetta eru 5 tegundir bæklingar sem við erum með og við erum með það á 3 tungumálum. Við erum með það á ensku, spænsku og arabísku. Og það er alltaf verið að auka við tungumálin hjá Frontex þegar er að þýða það. Þannig að við vundum fáum fleiri, þurfum alltaf bara að panta inn. Og gerðirnar eru fyrir foreldra og forráðamenn, fyrir þá að lesa sjálfa. Síðan er barnaútgáfan sem þú lest með börnunum til þess að útskýra ferlið. Við erum með vinnubók fyrir krakkana, með límmiðum, myndum, hvað vil gera þig heim,
tala við vinina, skrifa niður hvernig þú getur haft verið í samskiptum við vini þú ert komin aftur út. Og svo erum við með bók fyrir ungmenni og svo erum við með fyrir fylgdarlaus börn líka, eina útgáfu. Og þetta er hérna á borðinu, þú getur kíkt á þetta. Svo líka hægt bara einfalt að googla Toolbox for Children. Þetta er allt inn á útgáfuskrifstofu ESB. Það eru allir bara á síðunni, þú getur skoðað þar. Og þetta er kannski bara meira fyrir ykkur til þess að fá svona upplýsingar. En eins og við erum til dæmis stökkum ekki beint í þennan bækling sko í fyrsta viðtali. Það er alveg lengri aðdragandi að því og við útskýrum fyrir hvernig við erum að nota það og hvernig foreldrarnir eiga að nota bæklingan og svona. Svo er það leiðin heim, hvað getum við gert betur? Þetta er rosalega stór spurning. Og eins og ég byrjaði að tala áðan, við erum ekki að taka afstöðu til þess hverjir eru fluttir. Eða hverjum er synjað vernd eða dvalarleyfi. Heldur erum við alltaf að spá í hvernig einstaklingurinn er undirbúinn og hvernig flutningurinn fer fram. Það er það sem liggur hjá okkur. Framkvæmdin á, hérna er eitthvað komið upp. Framkvæmdin á Íslandi, við erum ekki með neitt svona gott viðmið sem ég gat fundið. Ég reyndi að kanna hvort við hefum verið skoðuð í samræmi við önnur ríki. Fann ekki þær upplýsingar sem ég hefði viljað, en af því það var ekki neitt. En þeir réttindagæslufulltrúar, monitor sem hafa fylgt okkur í stærri ferðir, þeir hafa verið rosalega ánægðir með hvernig framkoman hjá okkur lögreglumönnum er og utanumhaldi í ferðunum. Og kannski fínt að koma inn á monitors. Þetta eru bara réttindagæslumenn sem eru að fylgjast með erlendis og þeir eru í öðrum Evrópuríkjum, bæði í ferðunum og líka á svæðum þar sem einstaklingar eru vistaðir eða dvelja til að fylgjast bara með réttindum þeirra. Þetta er eitthvað sem við erum ekki með held ég. Og svo hafa þessi sérfræðingar sem hafa komið hérna tímabundið, þeir hafa sérstaklega hrósað verklaginu hjá okkur varðandi einstaklingar í viðkvæmri stöðu. Það er náttúrulega bara þeirra mat. Nei, ég ætla ekki að hrósa yfirlýsingar en þetta er eina sem ég gat svona fundið. Helstu áskoruna hjá okkur, það er náttúrulega undirbúningur fylgda. Og þarna er upplýsingagjöfin. Fólk er að fá misvísandi upplýsingar héðan og þaðan. Og fólk heldur ofta eftir því sem þú ert hér lengur þá skapist einhver réttur til dvalar. Og það er ekki þannig. Og fólk kannski tengist samfélaginu og síðan er það flutt úr landi. Það náttúrulega verður skapa mikla vanlíðan og óöryggi. Og það líka náttúrulega á þessum tímapunkti ef það er til dæmis ólöglegu í landi, þetta skapar rosalega streitu. Hvenær fer ég? Er ég að fara? Á hvaða tímapunkti? Og þess vegna er alltaf að tala um að við viljum undirbúa fólk fyrir þetta því ef þú ert í samstarf þá getum við sagt hvenær ertu að fara á flestum tilfellum. Svo er líka til dæmis sem upplýsingagjöfin að fólk heldur að ef það er í ólöglegu dvöl hér og eignast barn, þá heldur það að barnið sé komið með ríkisborgararétt og það virkar ekki þannig hérna á Íslandi. Svo erum við að tryggja framkvæmd fylgda og þetta náttúrulega kemur svolítið mikið í fjölmiðlum oft. Og það er þau úrræði sem við höfum, við erum með gæsluvarðhald. Það er rosalega íþyngjandi úrræði. Við erum að tala um það að við erum að taka einstaklinga sem ekki brotið á sér og við erum að vista það í fangelsi. Og það er svolítið erfitt með þetta orðalag hérna, af því þetta náttúrulega ég er að vinna í þessum málaflokki og ég er að koma hérna fyrir ríkislögreglustjóra. En það er mjög óheppilegt þegar við erum í fjölskyldur og við eigum að taka foreldrana og við vistum þá í fangelsi og setjum börnin til barnaverndar fyrir flutning. Og ég held að þetta sé eitthvað sem allir hérna inni séu sammála með þetta er bara, ég nota orðalagi óheppilegt. En þetta er bara, við erum með vægar úrræði, við erum með tilgjengarskylduna, en hún er ekki að gagnast. Einstaklingur getur sleppt í að mæta og fólk er að hverfa. Og þarna erum við þegar fólk hættir hverfa þá erum við komin þarna aftur yfir í að við erum með fjölskyldu fólk í viðkvæmri stöðu. Þegar ég er með fjölskyldu og hún er horfin, þá er ég með einstaklinga sem er ekki með atvinnuleyfi, þeir eru ekki með húsnæði, ég veit ekki tengslanindi þeirra, þeir eru með börn. Ef þau eru að vinna, hvar eru þau að vinna?
svört vinna. Hvernig svarta vinna það að vinna? Við vitum alveg hvað er að gerast þarna oft. Síðan erum við börnin. Hvar eru börnin á daginn þurfa að vinna? Börn sem hefur í skóla, þau eru ekki í skóla. Hvar er utanumhaldið? Hver er að fylgjast með þeim? Þetta er fólk í viðkvæmri stöðu, þetta skiptir rosalega máli. Þannig að við erum ekkert endilega þarna bara að horfa til þess að við náðum ekki að tryggja flutning, við náðum ekki að flytja í viðkomandi landi. Heldur, hvar er fjölskyldan og hver er að passa upp á þau? Af því að við berum skyldu til einstaklinga sem eru hérna. Og þetta er svona, síðan að því við erum alltaf líka svolítið mikið þarna, við komum á hann inn á fólk í viðkvæmri stöðu. Þetta er alltaf fjölskyldur og börn, veikir einstaklingar. En eins og ég kom inn á hann, allir sem í landi þar sem er ekki með réttinn til þess að búa, í viðkvæmri stöðu. Hvað með þess einhleypa karlmenn? Þeir eru að vinna svarta vinnu líka. Hvað eru þeir lengi? Þeir eru auðveldar með félags kannski hérna og vera týndir. En þeir eru að vinna, þeir eru ekki að skapa sér réttindi, þeir geta ekki eignast neitt, eignast þér fjölskyldu, eignast þér börn, koma þeir sér fyrir. Hvernig eru framtíða möguleika þeirra hérna í að vera bara horfin og réttindalaus í samfélagi? Og þetta er eitthvað sem þarf að hugsa meira til. Þegar ég fór á námskeið þarna hjá Frontex úti, þá vorum við einmitt að tala um þetta. Við erum að tala um börn, fjölskyldu, viðkvæma hópa. Og ég hef mikið verið með einhleypa karlmenn í viðtölum. Og ég bent á að þarna erum við náttúrulega með einstaklingar sem eru líka, þeir eru kannski þunglindir, þeim vanlíðan og annað, veit ekki með framhaldið, þetta er hópur sem það líka að horfa til. Þeir eru öll í viðkvæmri stöðu, við erum með einhver svona skilgreiningar, já, við þurfum að horfa á betur ákveðna hópa, en við þurfum að horfa á heildina líka, alla. Hvað getum við gert betur? Og við erum búin að vera frekar þjálfun og fræðslu fyrir starfsmenn. En það má alltaf bæta og gera betur. Og ég held að allir sem eru að vinna í svona viðkvæmum flokkum vita það. Þetta er bara stöðulega bæta. Og svo er það fræðslu út á Veitistofnun almennings. Það er svona rosalega fínt að fá að koma hingað og fá að fræða fólk bara hvað við erum að gera. Því fólk hefur ekki hugmynd, oft fæ ég símtöl kannski félagsráðgjafa eða barnaverndarfulltrúa þegar ég bara hvað er að gerast? Hvað ertu að gera í þínu starfi? Kæmi við fyrir falsvonir, misvísandi upplýsingar sem kom inn á áðan, að því að fólk þarf að horfa í svona raunverulega stöðu eins og hún er á þessum tímapunkti. Réttindamissir í öðrum ríkjum og þarna þetta er eitthvað sem er að koma svolítið inn að borða hjá okkur. Einstaklingur er með réttindi í öðru ríki, koma upplýst aldrei það gegnum alla kærumeðferðina eða hjá Útlendingastofnun og viðkomandi jafnvel kannski á einhver tímapunkti með réttindi í öðru Evrópuríki, lætur réttindi dvalarleyfið eða verndin að renna út og þá fyrir viðkomandi heim til heimaríkis, komið með 2 ára endurkomubann. Og önnur Evrópuríki, þau eru ekkert að fara að framlengja alltaf endalaust eða eftir að það er útrunni, það er bara reglur það. Og þá erum við að horfa einstaklega sem bara hélt hann yrði hérna, hann var átti séns að vera í öðru Evrópuríki, svo nú hann farin heim til einhvers annars ríkis, þriðjaheimsríkis. Eins og kom inn á það skapast ekki réttindi með ólöglegri dvöl. Og meiri samvinna milli stofnana og hagsmunahópa. Mér finnst alltaf rosalega fínt þegar ég fæ símtöl frá eins og félagsráðgjöfum eða einstaklingum sem að vinna með hópa. Vinnumálastofnun, fæ sem símtöl frá hjúkrunarfræðingum. Það bara þegar samvinnan er betri, þá gengur þetta betur. Og þegar það er ekki, það þarf að vera svolítið svona gaggjart traust, Það getur við líka gripið hraðar inn í ef það er eitthvað að. Já, virkt samtal að tryggja, hvað þarf að tryggja og hvað má bæta. Gagverkfræðsla. Það er alltaf rosalega gott þegar ég fá upplýsingar hvernig þið vinnur hlutina. Af því ég veit það ekki. Svo skýrir og samræmdara verklag þegar við leitum til barnaverndar. Það er mismunandi eftir sveitarfélögum, hvaða viðbrögð við fáum. Og þetta er ekki ásökun, taka það fram, þetta er alls ekki einhvers konar ásökun. En þetta er bara eitthvað sem þarf að bæta og við erum alltaf að gera okkur besta. En að því að þarna erum við komin til börn, fólk við komum stöðu, það skiptir rosalega máli að það sé góð samskipti og við vitum að hverjum að ganga, hvernig er þetta bregðast við, hversu hratt er þetta bregðast við, hvernig hringi ég, hvernig tala við og þetta er allt náttúrulega í mótun og við erum með mikið af þessum upplýsingum en það þarf bara að bæta þarna
eins og svo margt annað. Og þannig kom þessi þarna inn, við höfum verið í samskiptum við einstaklinga í svipuðum störfum og við í öðrum Evrópuríkjum, sums staðar geta þeir fellt niður endurkomubann. Þetta þú færð endurkomubann eftir að búin að fara í gegnum Útlendingastofnun, búin að vera með ákvörðun, þú ert búin að fá úrskurð og þú færð frest til þess að fara og þá fellur endurkomubann niður. Þegar málið kemur til okkar eftir þetta, þá ertu komið með endurkomubann. Og þeir sem við höfum rætt við, það sem að þeir hafa heimild til þess að fella niður þetta endurkomubann, þá bara að þú ert ekki með, ef þú ert með endurkomubann, þá ert ekki að fara að koma inn á Schengen-svæðin í lágmarki 2 ár. Ef að við getum fellt það niður, þá viðkomandi, hann á hann ekkert endilega rétt á því að koma aftur. Hann þarf að sækja vísa, hann þarf að fá heimild til að koma aftur inn á Schengen-svæðið frá einhverju landi. En það oft, að því við erum alltaf að tala að við erum að reyna að fá fólk til samstarfs, að þá er þetta svolítið svona andlegt, að því þú ert með bara nei í 2 ár og viðkomandi kannski ekki að koma aftur. En þetta er bara svona hugmyndin, ég á möguleika, ég get sótt þið skilja hverju fram, þannig að það er opið. Þannig að við settum þetta inn bara svona, að þetta er eitthvað sem við höfum mikið hugsað enda náttúrulega ekki eitthvað sem við myndum breyta. Verklagið hjá okkur, það byggir á það sem ég kom þannig inn áðan. Tryggja faglega, skipulega og mannlega framkvæmd við fylgd einstaklinga á landi. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er svo mikilvægt út af því að við erum að tala einstaklinga. Þetta er fólk. Við viljum fá það til samstarfs. Það skiptir svo miklu fram á, þegar það horfir fram á við bara með framtíðamöguleika, að þeir séu í samstarfi og það kemur minni hluti mála til okkar. Það flestir fara sjálfviljugir. Ég man ekki tölfræðan, menn það hafi bara eitthvað verið bara ekki margir sem kom til okkar. Og við viljum tryggja að við erum að gera allt sem við getum gert og gerum þetta allt eins vel og er mögulegt. Og þetta eins og ég kom inn á þann, þetta er ekki því að þá er ferðin auðveldara fyrir okkur, heldur er það ferðin auðveldara fyrir þau. Og við getum ekki breytt þessari ákvörðunum eða úrskurðum, en við getum haft áhrif á framkvæmdina og við getum aðstoða þetta fólk við að horfa fram á veginn. Það er alveg hluti sem að hægt er að finna út af þess að við talaðum IOM og þegar þú ert komin inn í einhverja sjálfviljuga heimferð í tengslanett, þá ertu komin inn í, það eru einstaklingar til þess að IOM, þeir eru oftast með einstakling í heimaríkinu sem aðstoð viðkomandi að koma inn í, þeir skoða með, ertu að fara að stofna fyrirtæki, ertu að fara í skóla, er verið að hjálpa þér með húsnæði, þetta er allt svona hlutir sem hægt er að grípa inn í til þess að fólk hugsi fram á veginn, ég er að fara að gera eitthvað annað, hverju næstu plön, hverju næstu skref, það er að halda áfram. Viljum ekki sjá að einstaklingi séu bara svona gefast upp. Ég held að það sé eitthvað sem allir hérna vinna svolítið mikið með, að fólk geti haldið áfram. En ég held að það ná ekki lengra hjá mér, en ég er spennt að fá spurningar og endilega koma og tala við okkur, kíkja bæklingana ef það er eitthvað. Og svo má líka alltaf hafa samband við okkur ef það er eitthvað. Bara þið vitið af því, það er hægt að hafa samband við okkur, það er hægt að tala við okkur. Okkur finnst gaman að tala, þannig takk fyrir. Bestu þakkir, Edda Ósk, þetta var mjög áhrifaríkt erindi, svo ekki meira sagt. Og já, við erum öll mannverur og við getum lagt miklu meira mörkum en við gerum. Við ætlum að færa fókusinn enn frekar á börn sem hinga að koma og hafa orðið fyrir áföllum, því að það er mikilvægt að nýtt samfélag bjóði upp á vel skipulagt stuðningskerfi sem mætir þeim þar sem þau eru stödd, bæði andlega og félagslega. Örugg byrjun í nýju samfélagi fyrir börn á flótta er yfirskriftin sem Dagbjört Ásbjörnsdóttir og Saga Stephensen, verkefnastjórar fjölmenningar hjá Miðju máls og læsis, skóla og frístundasviði Reykjavíkurborgar ætla að flytja. Gjörið svo vel. Nei, þetta voru það ekki einhverstað annars. Já, finna glærið okkar fyrst. Nei, þær voru nefnilega ekki inn í pakka.
pakkanum. Ekki það segja. Glæðist takkilega. Jæja, komið sæl, ég heiti Dagbjört Og ég heiti Saga. og við vorum beðnar að koma aðeins að segja ykkur frá verkefni sem við höfum staðið að, sem heitir Skóla- og fjölskyldumiðstöð, móttaka fólks á flótta. En það var sem sagt, kemur þetta ekki niður? Hana, ok. En til eru verkefni sem að rekja til ársins 2022, þegar við fyrst tókum á móti mjög stórum hópi flóttafólks þá frá Úkraínu og það lá fyrir að til landsins væri að koma, við vissum ekki nákvæmlega hver fjöldin væri, minnst okkur stór hópi fólks, sérstaklega konur með börn. Og þegar það gerðist, þá ákveðum við á skólafrístundasviði að þetta var langt liðið á skólaveturinn, þetta var í mars, að það yrði erfitt að koma börnum, sérstaklega börnum á leikskólaaldri inn í skóla og leikskóla og erfitt fyrir börn sem að koma flótta úr þessum aðstæðum inn í almennt skólakerfi. Þannig að við settum á stofn sem við köllum skóla- og fjölskyldumiðstöð. Að það yrði búið til vettvangur þar sem að börn og foreldrar gætu verið saman, kynnst samfélaginu, lært íslensku og svona ljúf byrjunin í samfélagið. Þetta var 2002. Þetta verkefni gekk mjög vel og þegar núna á þessu ári, 2004, lá fyrir að við værum að taka á móti stórum hópi fólks frá Palestínu á forsendum fjölskyldusameiningar, þá lögðum við til í samstarfi velferðarsvið að við myndum búa aftur til sams konar úrræði. Að vegna þess að þessi hópur, sérstaklega frá Palestínu, var í sérlega viðkvæmri stöðu, að það yrði sett á koppinn aftur svona skóla- og fjölskyldumiðstöð sem við gerðum. Og það verkefni náðum að fjármagna með stuðningi frá Barna- og menntamálaráðuneytinu sem við sóttum fjármagn til. Árið sem sagt, fjölskyldusameiningarnar frá Gaza og þetta starfsemi frá Úkraínu var hvort tveggja frekar ólíkt. Mætingi var hins vegar mjög svipuð. Við sáum fram á í báðum hópum vorum við með kringum svona 40 krakka og foreldra saman á hverjum degi, en þegar mest var þá vorum við allt í 70 manns á hverjum degi í húsi. Hópurinn var í mjög viðkvæmri stöðu. Hóparnir voru mjög ólíkir, en þeir voru báðir í mjög viðkvæmri stöðu, mikið sem gekk á í lífi þeirra. Og okkur fannst mjög mikilvægt að foreldrar og börn fengju vettvang að vera saman. Að við vitum að þegar börn eru að koma á flótta, aðskilnaður kvíði oft mjög mikið hjá börnum og foreldrum. Þannig að þetta fá að vera saman og stíga þessu fyrstu skrefin í samfélagið skipti höfuðmáli. Meginmarkmið á verkefninu var að koma á ákveðnu öryggi og rútínu, að skapa svona greiðstað fyrir foreldra og börn þar sem það fundu fyrir hlýju. Við lögðum mikla áherslu á að kenna börnunum og foreldrunum grunnorðaforði íslensku í gegnum leik og líka skipulagt nám. Að kynna fyrir þeim íslenskt samfélag, bæði skólasamfélag og almennt samfélag. Að vera með fræðslu samfélagið í samtali og að byggja upp þetta traust og skilning á því hvernig íslenskt samfélag byggt upp. Strax þegar við tókum á móti hópnum frá Úkraínu þá var lykillinn það að hafa úkraínsku mælandi fólk og við sendum út fyrirspurnir til allra starfsstaða hjá okkur á skólafrístundasviði og fengum tilnefningar af fólki sem var að vinna hjá okkur sem var úkraínsku mælandi og við réðum 7 starfsmenn til okkar sem unnu í úkraínsku skóla- og fjölskyldumiðstöðinni. Sama gerðum við núna þegar við opnum fjölskyldumiðstöð fyrir fólk á Palestínu. Þar sendum við líka út fyrirspurnir og réðum inn 5 starfsmenn sem voru arabísku mælandi ásamt voru við Saga að vinna þarna ásamt öðrum íslenskum starfsmanni, íslenskum mælandi starfsmanni og það að hafa fólk sem tala tungumálið skiptir alveg höfuðmáli. Það sem var ólíkt milli þess að hafa úkraínsku mælandi fjölskyldumiðstöð og arabísku mælandi fjölskyldumiðstöð var að í úkraínsku þá voru allt úkraínsku starfsmenn, allt úkraínsku mælandi og við pössum upp á það að það væri engin rússnesku mælandi að þetta var mjög viðkvæmt. Í arabíska hópnum var þetta flóknari. Þarna fengum við starfsmenn sem voru að koma frá Írak, Kurdistan, Marokkó, Egyptalandi. Og þegar við vorum ákveðar á starfsmenninu þá þurftum við líka að hugsa hver eru menningarleg tengsl þessara samfélagi við Palestínu. Og við þurftum að hugsa hlutina svolítið hratt, þetta gerist mjög hratt, en við þurftum að hafa þetta í huga. Og verkefni gekk raun og veru vonum framan, en við viljum að segja ykkur hans frá áskorun sem voru líka. Já, og þetta svona, við ákveðum að taka svolítið saman hverjir
svona að því að þetta voru mjög ólíkir hópar og og í móttökunni fyrir fólk frá Úkraínu að þá sem sagt hópurinn var þannig samsettur að 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 sjálfsögðu þetta bara áfall, rosalega mikið áfall í sjálfu sér að þurfa að flýja heimili sitt og það var náttúrulega bara engin fyrirvari eins og við vitum í Úkraínu og en þessi hópur hann var öðruvísi að því leyti heldur en hópurinn frá Palestínu að fæst höfðu upplifað bein og langvarandi stríðsátök og þau höfðu búið við öryggi áður en þau komið til Íslands og en hópurinn frá Palestínu að þau höfðu upplifað bara flókin áföll, yfirvofandi ógn og óöryggi bara í langan tíma og við fundum alveg bara mikið fyrir þessu og náttúrulega bara höfðu eins og börnin í hópnum þekkt ekkert annað heldur en bara þetta ástand og það lýsti sér til dæmis bara í tengslu við mat af því að við buðum alltaf upp á mat í miðstöðinni og við urðum varar við alls konar áskoranir í tengslum við mat og það voru áhyggjur af skorti á mat og vatni og það var til dæmis lýsti sér þannig að fólk var kannski að fylla diskinn sinn af mat og þá var kannski ekki nóg fyrir allan þó að við værum með alveg nóg mat og kannski myndi ekki borða allan matinn, þetta bara það ástand sem að fólk hefði búið við og meðal barnanna frá Úkraínu að þá voru þau með samfellda skólagöngu en bara öllu jafna börnin frá Palestínu voru með rof í sinni skólagöngu og bara mjög á misjöfnum stað og það var líka hugarfar fólksins að fólki sem var að koma frá Úkraínu það ætlaði sér að fara aftur til Úkraínu og það var bara tímabundið á Íslandi og svo ætlaði það að fara tilbaka þannig að en fólki frá Palestínu það komið til að vera þetta svona hugarfar sem er mjög ólíkt í svona þegar kemur á móttöku og svo fundum við líka fyrir mjög ólíkum viðhorfum í samfélaginu að þegar hópurinn frá Úkraínu kom þá var einhvern veginn opinn faðmur og það var bara það var mikill velvilji, það voru margir svona hópar sem að voru svona grasrótarhópar sem að voru með eitthvað í gangi fyrir fólk frá Úkraínu og var að hafa samband við okkur, hvernig getum við stutt við, hvernig getum við hjálpað og þannig að við fundum mikið fyrir því en það var öðruvísi þegar fólki frá Palestínu kom það var svona fundum að það eru ákveðnir fordómar og það var bara ekki eins opinn faðmur það bara það var alveg svona fundum fyrir því og á meðal svona eftirfylgnin að þá var í hópnum frá Úkraínu þá var svona brúarbekkur með úkraínsku mælandi kennurum sem að svona tók við eftir að fjölskyldumiðstöðin hætti í báðum tilvikum voru við fram að sumarfríi þannig í lok júní og þetta var að því að það var líka bara svona millibils ástand út af húsnæði fólk var að bíða eftir að komast í fast húsnæði og var þarna á Hótel Sögu en varðandi palestínsku fjölskyldunar að þá fylgdum við þeim eftir inn í fórum að því að börnin komust bara inn í leik- og grunnskóla í haust og við fylgdum þeim eftir inn í skólana inn í viðtöl í skólunum og svona stuðning við starfsfólk í leik- og grunnskólum og erum svona ennþá í sambandi við fjölskyldunar þegar við líka hittum þær reglulega svona einu sinni í mánuði bjóðum við fjölskyldunum að koma í samfélagshús í Bólstaðarhlíð bara til þess að heyra og við fengum til dæmis Vinnumálastofnun til þess að koma inn af því að þau voru að spurja við viljum fá vinnu, hvernig berum við okkur að en við fengum fulltrúa frá Vinnumálastofnun sem var með fræðslu á arabísku þannig að þetta er svona mjög gott að halda þessum tengslum við gátum einhvern veginn ekki hugsað okkur bara nú er fjölskyldumiðstöðin búin bara bless og líka kannski vegna þess að það er ekki sama utanumhaldi. Við sáum bara því að eins og með úkraínska hópinn það var flotta fólk, það var fullt af frábærum samtökum sem voru í gangi. Þannig að fólk hafði svo mikið að vera eftir starfseminni hjá okkur. Á meðan palestínski hópurinn, þau voru alltaf grátbiðja, getum við verið lengur, getum haft opið helgar, getum við haldið áfram. Og þegar við vorum að ljúka starfinu í lok júní, þá voru þau alveg miður sín, bara hvað tekur við og hvað svo.
Þannig að þegar við höfum ákveðum að hafa svona opið hús núna, þá er rosalega góð mæting og fólk sækir í þetta. Og það var einmitt líka, við fengum, vorum í sambandi við samfélagshúsin, þú veist, eftir að miðstöðinni lauk, bara til þess að fólk vissi að það hefði stað til þess að fara á í sumar. Þú veist, það er ekki, kannski nýtnin var ekki mjög mikil, en þau vissi allavega af því að þetta var í boði. Já, og starfsemin fór fram bara alla virka daga, frá morgnana og fram á hádegi, og enduðum á hádegismat. Og það voru sem sagt eins og Dagbjört kom inn á áðan, úkraínsku mælandi og arabísku mælandi starfsfólk. Og svo voru miklu meira inn í hópnum frá Palestínu, að þetta var bara miklu flóknari hópur og við ætluðum að hafa þetta svona á svipaðan hátt að við myndum síðan stíga út, en við hreinlega bara gátum það ekki. Þannig að við vorum bara alveg inn í þessu starfi. Og dagurinn svona skiptist, við reyndum að hafa þetta mjög svona skipulagt og mikla rútínu og þannig að börnin komu, þá var svona val og svo var skipuleg kennsla, útivera og hádegismatur. Og svo skiptum við börnunum í hópa eftir leikskóla, eftir aldri og það var leikskólahópur, svo yngri hópur grunnskóla barna og eldri hópur grunnskóla barna. Og það var samt líka aðeins farið á milli hópa bara af því að börnin voru svo mismunandi stödd, bara námslega séð. Og foreldrar fengu líka tækifæri til að læra íslensku, voru mjög áhugasum og vildu helst, voru alltaf að biðja meira og meira. En og það var kannski aðeins flóknað með útgangshópinn, þá voru allir saman foreldrar og börn og foreldrarnir ennþá meira áhugasum að læra íslenskuna. Akkurat, og börnin kannski síðan. Bara meira eitthvað svona. En þegar við vorum með palska hópinn, þá var þetta aðeins með áskorun. Foreldrarnir vildu ekki vera með börnunum, konur og karlar vildu vera sér, þannig að við vorum svona að klóna starfsemin okkar, bara getum við gert þetta allir sé að fá fræðslu. Aðeins flóknara. Já, það var aðeins flóknara. En við fengum svona heimsóknir inn sem var mjög mikilvægt. Fengum samtal eins og við fulltrúa frá barnavernd, fór yfir bara hvernig svona lögin á Íslandi, og það var bara virkilega mikilvægt og gott að fá barnavernd inn. Svo fengum við heimsókn frá samfélagslöggunni sem var líka alveg frábært, af því að það stundum bara hræðsla einmitt við lögregluna, og við bara vorum svolítið að segja lögreglan á Íslandi, við erum vinir og þetta það velvilji. Og svo fengum við skólastjóra frá velferðarsviði, mikið samstarfi velferðarsviði sem var alveg bara rosalega mikilvægt. Þeir voru með fasta viðveru, við vorum með góð samstarfi velferðarsvið og málstjóra fjölskylduna, og það var sett upp í byrjun að málstjórarnir myndu koma einu sinni viku og hitta fjölskyldunar, og það var frábæra vettvangur og þeir væru á staðnum og fólk að tala saman, og það skiptir rosa miklu máli. Og líka hans bara varandi samfélagsleikuna, vegna þess að þegar við fengum hana þá voru krakkarnir frekar áhugasamir, en mæðurnar, papparnir voru ofta svona frammi, sátu þar, og mæðurnar sátu svona í herbergjunum og fylgdust með, og við röltum til mæðurinn og sögðum sko á Íslandi, þá er lögreglan, hún er góð og hún hjálpar okkur, og ef við lendum í einhverju ofbeldi eða einhverju, þá getum við alltaf að tala við lögregluna, og það var svo einstakt, ég fæ svona það gæsahóp, alla mömmurnar stóðu upp og löbbuðu í hópinn og settust á krökkunum og hlustuðu á hvað löggan var að segja og byrjuðu að tala svona, taka smá samtali um þetta. Þannig að þetta skiptir svo miklu máli að ná þessu mannlegu hlið, en þetta samfélagsleikan algjör snilld, sko, bara það sé sagt. Já, og svo fengum við, fengum bæði heimsóknir, og svo fórum við í heimsóknir og vettvangsferðir í leik- og grunnskóla, fjölskyldu- og húsdýragarð, samfélagshús, sund, það var snill, frábært að prófa það, fengum lánaða sundlaug hjá Ölduselsskóla. Þannig það var alveg yndislegt að sjá alla mæðurnar með hijabi og allt hoppið út í sundlaugina, og við Saga vorum og við fengum öll börnin í fangi, sátu við með öll börnin í fanginu því enginn var syntur og mömmurnar bara að tapa sig. Við kunum ekki synda, og það fóru bara fulla leikar og við bara já, ok, við höldum börnunum með kúta og eitthvað, það var algjör, og það var gert aftur vegna þetta var svo gaman. Já, þannig að og þetta svona það sem að foreldrar og börn sögðu. Já, frá Palestínu? Já, frá Palestínu, akkurat. Og það var náttúrulega bara mjög dýrmætt fyrir okkur að heyra hvað þeim fannst um þetta, og þau töluðu líka að þau þekktu fólk fyrir sem hafði komið bara áður í minni hópum frá Palestínu,
sögðu bara að við vildum óska þess að þau hefði fengið þetta líka. Af því að þetta var eitthvað, þau fundu bara að þetta var gott. Þannig að Já, bara í lokin, já. En svona til að draga þetta saman, hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Við teljum að þetta verkefni, þegar við erum að taka á móti svona stórum hópi fólks, þegar við erum að taka á móti stórum hópi fólks á flótta, þá skiptir þessu ljúfa byrjun mjög miklu máli. Það að hafa vettvang þar sem að fólk fyrir öryggi, þar sem að við sjáum að við gætum jafnvel og við viljum útvíkka þetta og við erum búin að vera í samtali við velferðarsviðum þetta, að þarna væri bara svona, plattform þar sem að velferðarmálin og skólamálin héldust hönd í hönd, að við myndum búið til vettvang þess að þetta börnunum fyrir bestu og fjölskyldinu fyrir bestu, ef við hugsum bara út frá farsældinni, við erum alltaf að hugsa út frá þeirri nálgun. Við erum mikið líka að hugsa hvern fáum við inn og hvernig styðjum við fólkið okkar. Það sem við sáum þegar við tókum á móti fólkinu frá Úkraínu, þá var þetta fólk sjálft ímiðist, stríðið var nýbrotist út og fólki sem var að vinna hjá okkur í skólafjölskyldumiðstöðinni áttu ættinga sjálf í Úkraínu, þannig að okkur var mjög umhuguð það að starfsmennar okkar yrðu að standa í þessu. Og við byggðum upp á handleiðslu og við vorum með sálfræðingi því. Þau nýttu sér það ekkert mjög mikið. Það var svona meira bara svona jafningasamtal. Þegar við tókum móti fólkin frá Palestínu, þá komu allt annars konar áskoranir upp sem við gerðum okkur ekki endilega grein fyrir. Við fundum til dæmis það að bara því við erum hvítar, íslenskar konur, þá fengum við annað viðhorf. Fólk bar virðingu fyrir okkur og við fengum svona ákveðin status. Við fundum að konur okkar sem voru að vinna í miðstöðinni, sem voru með múslimar sjálfar, það var annars konar nálgun til þeirra og þetta var mjög flókið og oft erfitt og það kom upp alls konar áskoranir sem við lærðum mikið af og við myndum nálgast öðruvísi í dag, bara varðandi handleiðslu, varðandi það hvernig við vinnum málin. Ég held og við teljum að þetta verkefni eitthvað sem við má horfa til framtíðar. Ég held að fleiri sveitarfélög að horfa til þess að þegar við tökum móti svona stórum hópum, þá þurfum við að halda rosalega vel utan um hópinn. Og þið þekkjum nú jafnvel á við að áföllin koma miklu seinna fram og við sjáum í dag að við erum að hitta hópana, auðvitað eru málstjórar fjölskyldunar lykilaðilinn í samstarfinu. Við hins vegar förum líka inn í skólana, við erum að hitta börnin, við erum að hitta foreldrana og þarna eru flestar spurningar, flest svona hlutirnir að koma upp og flestir áreksturnar eru að koma mest í ljós núna. Þannig að þetta langtímaverkefni. Þóttum að reyna að gera þetta vel í byrjun, að verðum að hugsa hvernig ætlum við að fylgja hópnum eftir næstu 2 ár. Þetta ekki eitthvað svona bara, þetta búið. Það svona okkar áhersla varðandi framtíðina, að byggja þessa brýr meira milli velferðar og skólamála og við séum að hugsa til langtíma. Herri, takk fyrir. Takk innilega fyrir þetta, Dagbjört og Saga. Enn og aftur samstarf og heildræn sýn og svo uppáhald okkar félagsráðgjafa sem handleiðsla. En fyrir, núna ætlum við verðum að byrja aftur 10:25 á réttum tíma. Við tökum smá hlé, ég bið ykkur að ná ykkur í kaffi eða te eða hvað þið viljið og setjast á frekar og við tökum þá umræðinu á eftir. Þær verða þarna klukkan strax og að loknu síðasta erindi og bara endilega skella ykkur í kaffið.
okkur á stríðstímum. Það hann Fatih Flefel, sérfræðingur í sálrænum stuðningi, sem hann vinnur núna sjálfstætt á stofu í Palestínu á Vesturbakkanum þar sem hann einmitt nú stattur, og starf hans felst í því að aðstoða einstaklinga og samfélög sem takast á við alvarleg áföll og búa við langvarandi átök, og hann fer víða og heldur fyrirlestra heiminn. Allir tilbúnir? Dr. Fatih, the floor is yours. Welcome. Thank you so much. Good morning, everyone, and thank you so much for inviting me to such a really nice seminar. I was trying to understand what you were saying the last 1.5 hours, but unfortunately I didn't understand anything. I'm really so sorry. Yeah, my name is Fatih. Actually, I'm a psychotherapist working in Palestine. And the last, let's say, 28, 30 years, I was working with Palestinian refugees all over the world. It's not only in Palestine, but actually in Middle East and outside even in the Middle East. I will try to do my best to go through 5 points. Do you hear me? It's okay? Because there's an echo. Fine, thank you. Okay, I will do my best actually my time to go through 5 points. First of all, to talk a bit about the background of the refugee issues for the Palestinians, the journey of refugees, thirdly, dreams and frustration, fourthly, thankful and training, and the last thing to try to focus a little bit on integration, challenges and opportunities. This is what I have in mind to go through, and definitely by the end of the session, let's say, if you have any questions, I'm more than happy to deal with. When we are talking about the background, mainly, we are talking about 5, let's say, stations. We are talking about 48, first immigration journey, let's say, the Palestinian space. And secondly, we're talking about 67, we're talking about 78, and now we are talking about 2024 actually. And this time it was beyond one when we are talking about genocide that it's going in Gaza. If we are talking about all of this time, is that we are talking about generations of migrants. Mainly, we're talking about 2 kinds of migrants. We're talking about those who are going directly to the neighbor countries, when we are talking about countries, or those who are going directly to a port in the first time. And now we are talking about 5 different refugees. We are talking about refugees. Secondly, we are talking about displaced. 77, actually. There is a lot of people placed in the same area to another area. Thirdly, we are talking about those who being forced to get out from Syria or Iraq after the things going on to Lebanon. And after that, we're talking about the third time, people they are refusing from Lebanon to Europe, especially when we're talking about Iceland and the number of Palestinians who are already refugees and livestock. We are talking about one generation, we are talking about many times refugees, and thirdly, we are talking about a lot of the means we are talking about 50% of Palestinians, they are refugees, and we are talking about more or less 70% of Palestinians, they are displaced. But you can imagine the kind of traumas that we are talking about. And when we are talking about the journey of the trauma, we are talking about 5 kinds of, let's say, traumas. We are talking about long-term trauma, we are talking about complex trauma, we are talking about intergenerational trauma, and we are talking about direct and indirect trauma. And you can imagine people with such as really this kind of trauma
how much it will affect them, or it will really challenge their kind of lives, even if they are displaced in Palestine or outside Palestine. The other issue that it's unique, it's the Palestinians refugee, that whenever you are getting out from Palestine, it's not that you lose your house, it means that you lose your opportunity to get back to Palestine. Now, actually, when we are talking about Syrians, as example, or Afghani, or Sudani, or whatever, at the end of the day, they have a place to get back whenever they decide, or when the situation became calm. But when we are talking about the Palestinians, because of the occupation, if you are refugee, it means that the first thing that you have to think about, that you don't have a space to go back to. Imagine a person that's going through this journey, having in his mind that he never ever be able to go back home, at least for the coming years. I don't know exactly what will happen in the future, but at least think about now. It means that you don't have a space, you don't have a house, and you don't have a land or a country to go back to. And you can imagine the signs that the people develop psychologically when they are thinking of that. This is the first thing. Secondly, that it's not really easy for them to get out. Actually, when we are talking about Gaza, and maybe some of you already, you hear that people, they have to pay more or less from $15,000 to $25,000 per person to be able to get out of your land. Actually, you have to pay for some mediators, let's say, to be able to get out. Actually, even when you are refused, when you are getting back from your land and become a refugee, also you are using all of your money, let's say, just to pay for people to help you get out from where you are. Actually, if you are talking about long term of political, economical, and social difficulties, and then plus that you have to pay to get out from your homeland. Just sometimes the mind of people, or the human mind, cannot really understand what's going on and how we can really deal with this information that we hear, or those pictures that we draw from time to time. But the journey is really easy, and we will talk a little bit about challenges when we are talking about the integration in the future, and taking into consideration all of this background and how it will affect people in the future. The second issue, as any kind of refugees, usually people, they have their dreams, or they have their hopes. And in the end of the day, also they are facing a lot of frustration. And when we are talking about dreams and frustration, then we are talking about how the people, they are to the future before they became because most of the people, as you know, they have a picture in their mind that whenever they are reaching France or Switzerland or Iceland or Sweden or whatever, everything it will be great. They will find everything arranged, and they don't have any problem because the people who are waiting for them, definitely they have done everything for them. But this is the main picture for the people who are refugee from their homelands to other places. And suddenly when they are at the end of the journey, say, they begin really feeling this frustration from three kind of frustration. First of all, that it's really easy to manage their daily life. The picture that they have in their mind, it's not really the same picture. Thirdly, when they continue contacting their own lovers on the homeland, and they hear
from a time to time what's going on. Here they develop directly, I think, the survivor guilt. And those who are working with refugees, they can see it in the first session, let's say, or first contact. When they became more and more talking about how come that they are living in such as really, let's say, more easy life. Their friends, their parents, their relatives, they stay in the same situation as before. And here I think they begin developing some kind of, let's say, thankful and pain. They're thankful, they're thanking the people who are really having them, or the country that welcoming them in the beginning, but after that they begin really blaming because they don't find the heaven that they were looking for. Because of that, you feel a lot of people, they are really talking a lot about, let's say, the weather as Iceland, or they begin talking about that they have difficulties access the health system, or they have to wait a lot to do some kind of operation. They were thinking that reaching the place means tomorrow they will have an appointment with the doctors to begin doing their appointments. And in the end of the day, building the relationship, because they don't know the culture, they don't know the language, they don't know how to move, how to plan, to do even the basic papers that they need. They begin blaming also themselves and blaming those who are hosting them that they are not able really to deal with their daily difficulties, let's say. And they begin really having this dilemma. Did we have to thank, let's say, Iceland government that they are having us, or we have to begin blaming them because they are not really answering to all of our needs, or they begin blaming themselves why they are coming when they continue and seeing what's going on in their homeland, and difficulties in contacting or talking, especially if they don't have a second language. I know that no one of them is familiar with the Icelandic language, but also they are not able to talk either English or French or whatever other language that is common in the hosting communities. So also it makes the issues more and more difficult. Because of that, we are talking about the pace or the line of thankful and blaming in the same time. But they are thankful and they are blaming in the same minute, even it's not in the same hour. And from there, we go to the integration. Because the first thing that we have it in mind as a social workers or psychologists, how to integrate the new people coming from abroad to be integrated into society. And I think this is one of the biggest problems that we face, challenges that we face as service providers. From where to begin, how to do it, what kind of opportunities we have, and which kind of challenges we are going to face. Especially, we don't have a lot of, let's say, we don't have a history of having refugees, and suddenly we have a lot of refugees coming. And when we are talking about Iceland, for example, the number of population concerning the number of refugees, we begin really thinking how to integrate and how we are going to deal with this number of people. So, I will go a little bit to talk about the challenges that usually we are reaching as a service providers. And definitely, you have a lot of challenges that we can talk about it for hours and hours. The first thing, how to understand or to analyze the reactions of the refugees. Because of that, sometimes
we stuck how to deal with this kind of reactions that are coming out from the refugees because of the culture, because of their thinking, because the weather that we have or you have. Thirdly, something that I name it usually the street culture. When I'm talking about street culture, usually those who are coming from Middle East mainly, they spend a lot of their time in the streets. I mean, when I'm talking about streets, that wherever you go, you will find a lot of people that you can spend hours and hours just talking to them in the street. And most of the coffee shops, let's say, it's like a street culture. And suddenly we are going to a place that people, they are not really using the street as a how to say it in English, as a daily life. It's not really a daily life issue. This is also the people that either we are doing something or we are staying home. And either we are occupied with the work or whatever, or we are in home because we don't have the space to be except the places that usually people go. They are not used. They are not used to go to town, as example. And from my small knowledge, the sauna is the main place that where they stand, they eat and they talk and they chat, and it's not a part of the culture for those who are coming from the Middle East. The second challenge, how to deal with the children. Usually, we are sending our children to the schools or to the nurses or to the kindergartens, but we are not able to follow up. They are not really to monitor. They are not able to talk even or to have some comments coming back from the teachers or from the caregivers who are taking care of them in the schools or in the kindergartens. And here they feel out of control. And the parents, they begin feeling that they are out of control. They are not really controlling the children. They don't know exactly what's going on and how they are able to deal with the children inside and outside the house. Because of that, we feel as a parents that we are in control, that we are not able really to manage the way of thinking of children, or to manage their attitudes, or to try to manage between the two cultures that we have. And especially the Palestinian refugees. Usually I give a picture how I understand it. It's like an upside down tree. And usually you are taking a tree from a land and you try to put it in another place, but the Palestinians somehow they refuse. You can see that the roots of the tree came in the air, and they are not really ready to put it in the air because of three main, psychologically, because the main three things. First of all, they are still believe that will be back. Because of that, since 58 until now, some of the people, they have the keys of their houses either in Jaffa or Haifa or I don't know where else. The second issue, the Palestinians, they feel that if they integrate, if they integrate, it means that they are going to lose their identity. The only thing that they have, that they are Palestinians, their identity. Culturally. Because they don't have a paper to prove that you are a Palestinian. You don't have a right to go back whenever you want. And thirdly, you don't have even the possibility to visit your relatives. So the main thing that you want to need is to continue being a Palestinian. I don't want to be really lose. I don't really want to lose my identity. If I define it in such as different ways,
that sometimes host community do not really understand it. The other issue we're talking about opportunities and challenges. When we're talking about immigration, actually, the possibility to do what you were doing before. Most of the people when they are refusing, when they became a refugee, they have their capacities, they have their let's say education, and they have but suddenly when they are reaching the host community, they are not able to begin doing their work that they know to do before, and they have to work whatever unless they do their papers or they manage to continue their education or to do their papers or whatever. And it's not really easy for them to understand that after being, as example, a doctor or engineer or whatever, or a mechanic or that I'm not able to do the things that I know and have to do the things that it's possible to do. And here the people, they begin blaming themselves why we are doing that, because they are looking to it like it's a part of their dignity, that they lose their dignity exactly how they lost that before. Actually, this is one of the things that we have to take into consideration when we are trying to integrate the new refugees, let's say, arriving to the host communities. The third issue, the way how the providers they are doing. I know that in most of the host communities, they send the people with the language. After 6 months, 1 year, more or less, it's up. Now you have to manage your issues by yourself. And here, refugees, they start. But they don't have a choice. Either they will rely on their children who know the language, and the children, they are not really always ready to do the services, or parents, they feel really, let's say, bad. They will have bad feelings because their children will help them in translation, but they feel really so frustrated because they don't own the language, they cannot really communicate, and in the same time, they don't put the effort to learn the language. I'm not saying that it's a matter of having the possibility, but also the opportunity, no matter how to benefit from this opportunity. Because of that, I know that the Icelandic developed this kind of support families. Icelandic families support a new refugee family, but also it's not really sometimes enough for the refugees to benefit from this support that is coming out from the support family that we have. Because of that, I think that we have to think deeply how to develop or how to improve, let's say, special projects, let's say, or activities, let's say, to help people integrate easily without feeling that they are forced or that they are pushed to be integrated. I know it's not really easy because it needs a lot of human resources, a lot of time, and a lot of capacities to it gradually, step by step. Actually, I think it will help us a lot if we are doing it in different ways. The other issue that also people are facing, that sometimes we have in mind that all the people or most of the people who are refugees or having such a really difficult journey during their refugee, that definitely they are developing psychological
problems or psychological illness or mental illness or whatever. And usually we are pushing them to visit psychiatrists or to visit doctors. And here I think we have three main challenges. First of all, the culture or the acceptance of psychological intervention and mental health intervention, it's not really common in the Mediterranean culture. Still it's a taboo. This is one. The second issue, I believe, okay, we are coming from a traumatized situation, but I don't think that all or the most of refugees, they are traumatized. They are in need of medication. They are in need of mental health intervention. Definitely they are in need of psychosocial support. Definitely they are developing some signs. Definitely they were tortured before when they were in their own places or the journey itself. That doesn't mean that most of them they are in need of psychological support. At least from my experience, working the last 28 or 30 years working with refugees, I still believe that most of them, they are able to manage. I still believe that focusing in their strength points, it will help them a lot. I still believe also that focusing on the resilience, let's say the natural resilience, or name it whatever you want, it will help a lot people to go through, let's say, their difficulties, their challenges, or even deal with the signs that they are developing during their journey from to the last destination that they are reaching. Here, I think that it will be good to take it from a different way, not to focus in pushing people to visit psychiatrists or to begin taking medications. I think giving them more time, giving more psychosocial support, the basic psychosocial support, it will help them passing the difficulties or the challenges related to the psychosocial or psychological problems or signs that they had during and after the refugee journey. I don't know how many minutes I still have. 1 or 2 minutes. 2 minutes, okay. But I will try to finalize that also benefiting from all the refugees and giving them more and more roles in supporting the new refugees, it will make a huge difference. So we can benefit as much as we can from the old people that we have, the old refugees that we have, because they can really transfer the information, the culture even, trying to help them maintain the discipline that they are looking for, and in the meanwhile also trying to have this gathering. That I know that some of the organizations, like the Red Cross, they have, the Icelandic Red Cross, I think that they have this places they are able to give chance for the refugees from different places to meet and to talk and to try to explore their culture. It will help also a lot of people to pass through the first steps of being a part of the new hosting society. Sorry, I cannot really talk more than that because of the time. So if you have any questions, I'm more than happy to answer. Yeah, I would just like to, ef að einhver spurningar sem brenna okkur að koma með þetta núna. Einhver sem að situr inni með spurningum. Okay. No, there is no question, so it must have been very nice lecture that you gave us. But Thank you so much. Thank you so much for doing this. Thank you.
Thank you so much. And have a nice session and a nice wedding. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Þetta var ekki hljóðið alltaf með okkur. Við svona þurftum stundum að geta í eyðurnar en þetta er samt mjög mikilvægt mál. Við ætlum að gera smá breytingu. Það kom upp veikindi hjá næsta, hjá henni Spogmey, þannig að við ætlum að taka þjóðarmorð gegn Palestínu. Það passar líka vel í beinu framhaldi af þessu sem við vorum að hlusta á og ég ætla að biðja Sólveigu og Björk Vilhelmsdóttur félagsráðgjafa að koma hér upp og síðan minn ég bara á að við höfum svo panel hérna á eftir en við klárum á mínútunum 12. Já, góðan daginn og gott að sjá svona marga. Þannig sé ég hérna Ingu mína. Ég var einmitt búin að vera að leita að henni. Ég ætla að byrja og tala aðeins þjóðarmorð í Palestínu og hlutverk félagsráðgjafa og svo kemur hún Sólveig Björk og segir frá svona raunverulegu starfi félagsráðgjafa á vettvangi. En þjóðarmorð var fyrst skráð sem sérstakur glæpur samkvæmt alþjóðalögum í sáttmálanum þjóðarmorð árið 1948 og þetta fyrsti mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna settur á laggirnar eftir síðari heimsstyrjöld til að koma í veg fyrir að helförin myndi endurtaka sig. Þannig að þetta er fyrsti mannréttindasáttmálinn, það er sáttmálinn gegn þjóðarmorði eða fyrir þjóðarmorð. Þjóðarmorð samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna er verknaður þar sem verknaðir eru framdir í þeim tilgangi að útrýma með öllu eða hluta þjóðernishópi, kynstofni eða trúflokki. Þetta eru 5 liðir. Ég ætla að tala aðeins þá 3 sem eru að drepa einstaklinga úr viðkomandi hópi, að valda einstaklingum úr viðkomandi hópi alvarlegum líkamlegum eða andlegum skaða, eða að þröngva viðkomandi hópi af ásetningi til þess að búa við lífsskilyrði sem miða að líkamlegri eyðingu hópsins eða hluta hans. Það eru 2 aðrir töluliðir í þessari skilgreiningu sem eru til dæmis gegn barneignum eins og beitt var í Grænlandi þar sem lykkjur voru settar upp í ungar stúlkur og fleira í þeim dúr. En af hverju erum við að tala þjóðarmorð? Þjóðarmorð getum við talað út frá manndrápum sem átt hafa sér stað á Gaza frá því 7. október á síðasta ári þegar Hamas réðst inn í Ísrael, hvernig sem þeim tókst það og drápu rúmlega 1100 manns. En frá þeim tíma hafa samkvæmt tölum ODSA er samhæfingarskrifstofa Sameinuðu þjóðanna í mannúðarmálum. Og ég sýni bara tölur frá Sameinuðu þjóðunum því að mér finnst rétt að það er svo mikið alltaf verið að tala falsfréttir og ég vil ekki dreifa slíku þannig að ég bara tala tölur Sameinuðu þjóðanna. Og í síðustu viku var búið að drepa 43.391 palestínumann en svo tala var í gær komin upp í 44.493. 70% af þeim eru konur og börn og það er mikið búið að tala stríðið á Gaza sem stríð gegn börnum. Fyrir utan þennan hóp 10.000 manns týndir, sem sagt það hefur ekki í þessari tölu látna eru bara þeir sem borin hafa verið kennsl á en það eru 10.000 týndir sem ekki er vitað afdrif. Það eru líka rúmlega 100.000 sem hafa særst illilega, verið örkumla. Það er mikið útlimamissi út af sprengjum og því líkt. En það er ekki bara spurningin dauða og örkuml, það er líka af 2,3 milljónum palestínumanna sem bjuggu á Gaza í upphafi þessa stríðs eru 1,9 milljón sem eru á flótta innan þessa pínulitla landsvæðis, eru displaced eins og það heitir
og það búið að eyðileggja 70% af öllu íbúðarhúsnæði á Gaza sem eru 70.000 húsnæðiseiningar að mati Sameinuðu þjóðanna. En þeir sem eru displaced eru 1,9 milljón. Það búa fæstir heima hjá sér. Núna samkvæmt UNICEF þá eru 1,8 milljón í Gaza sem eru að takast á við mjög alvarlegt hungur og þegar við tölum þjóðarmorð þá erum við ekki bara að tala morð, heldur þetta eins og skilgreiningin segir að þröngva viðkomandi hópi af ásetningi til þess að búa við lífsskilyrði sem að miða að líkamlegri eyðingu hópsins eða hluta hans. Því telur hungrið sem að nær til langflestra íbúa Gaza núna, eyðilegging skóla og sjúkrastofnana. Það hafa náttúrulega engu skólar verið starfandi frá því að stríðið hófst, en 87% allra skólabygginga eru ónýtar, samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna, og það eru einungis 17 af 36 sjúkrastofnunum sem voru á Gaza sem eru að hluta til starfandi. Þeir kalla þessar sjúkrastofnanir bara healthcare facilities og það eru 19 sem eru algjörlega óstarfhæfar og algjörlega ónýtar byggingar, en 17 geta starfað að hluta en náttúrulega með mjög litlar vistir og eins og þið hafið kannski heyrt af í fréttum. Og svo náttúrulega algjör eyðilegging innviða eins og vatnsveitu, rafmagnsveitu og fráveitu. Og það þess vegna sem Alþjóðadómstóll Sameinuðu þjóðanna í Haag með mál á hendur Ísrael fyrir þjóðarmorð. Og sem kannski aftur ástæða þess að Ísrael búið að samþykkja að banna UNRWA sem flóttamannaaðstoð Sameinuðu þjóðanna á Gaza og sem líflína í rauninni Gazabúa til mannúðaraðstoðar, og þegar UNRWA mun hætta störfum munu í rauninni allar aðrar hjálparstofnanir sem að reyna að beita mannúðaraðstoð á Gaza einnig hætta, þar sem að UNRWA svona regnhlífin yfir allt starfið. En það að því að Ísrael mjög ósátt við Sameinuðu þjóðirnar núna og líka Alþjóðadómstólinn sem að telur að þjóðarmorð sé að ræða. Þannig að ég ekki bara að segja þetta sé þjóðarmorð af því að ég stend með Palestínumönnum, hef mjög oft verið í Palestínu. Þetta eitthvað sem orðið þekkt hjá Sameinuðu þjóðunum. En hvert hlutverk okkar félagsráðgjafa í þessari stöðu? Og það það sem ég ætlaði nú aðalega að tala um. Samkvæmt okkar siðareglum þá vinnur félagsráðgjafi gegn mannréttindabrotum hvar sem þau eiga sér stað. Þannig að það skiptir ekki máli hvar það Hann berst gegn hvers konar fordómum og bendir á mikilvægi margbreytileikans fyrir samfélagið. Og það kannski, ég tók þetta sérstaklega út úr lögunum og úr siðareglunum, og þetta í 2. grein, og svo í 10. grein stendur félagsráðgjafi stundar fræðslu og rannsóknarstörf. Og mér langaði aðeins til þess að tala það, að því að ég held að við getum gert betur í að stunda fræðslu og rannsóknarstörf og halda utan alla þessa þekkingu og reynslu sem að félagsráðgjafar á vettvangi hafa, þannig að við getum bent á mikilvægi fjölbreytileikas og unnið gegn mannréttindabrotum. Ég held að við verðum að stunda fræðslu og mannréttindastörf og ætla að koma því rétt á eftir. En það hefur verið talsverður flótti frá Palestínu til Íslands á síðustu 2 árum. Á árið 2023 komu 221 mann sem óskuðu eftir alþjóðlegri vernd og þar voru 154 samþykktar. Mismunurinn sem 70 einstaklingar voru sendir í burtu yfirleitt á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Á þessu ári þá opinberar tölur að 84 umsóknir hafi komið í janúar til september og þaraf hafa 38 leyfi verið samþykkt. En þessar tölur villandi af því að fólk sem komið gegnum fjölskyldusameiningu á árinu, það ekki talið með í þessum tölum. Það komu 73 á vegum ríkisins, en líka talsvert margir í gegnum Solaris sem að Sólveig Björk ætlar að segja frá, og ég ætla ekki að taka af henni þann heiður að geta sagt frá því hvað Solaris gerði þegar ríkið var búið að draga lappirnar í marga mánuði.
En líklega hafa margir, ef ekki flestir, af öllum þessum einstaklingum hitt félagsráðgjafa og hér inni náttúrulega þekking og reynsla til þess að sinna hlutverki félagsráðgjafa og annarra fagstétta sem að koma málum og ég ætla ekki að segja ykkur hvert ykkar hlutverki þið þekkið það manna best. Þið hafið verið að taka á móti þessu fólki og gert það á, held ég, eins góðan hátt og hægt og það það sem að skiptir máli. En hvað getum við gert sem samfélag? Því að eitt það að við erum öll að sinna okkar hlutverki í okkar vinnustað, en svo þurfum við sem samfélag félagsráðgjafa að hugsa hvað við getum gert. Og ég mikið búin að vera að leggja hausinn í bleyti og ég allavega með þá spurningu til þessa samfélag sem að hér hvort að félagsráðgjafafélagið gæti verkefnaráðið einhvern af okkar kollegum til að taka saman reynslu félagsráðgjafa af vettvangi. Af því að hún svo gríðarlega mikil og ekki bara reynsla félagsráðgjafa heldur eins og annarra fagstétta sem að vinna hjá Rauða krossinum, sem að vinna á skóla- og frístundasviði, sem vinna hjá lögreglunni, sem að vinna hjá Vinnumálastofnun, hjá félagsþjónustu sveitarfélaga. Þú veist, það svo gríðarlega víða sem að við komum að málum. Og mér finnst að þurfi einhvern veginn að ná saman þessari þekkingu og birta í tímariti félagsráðgjafa eða halda þemamálstofur á félagsráðgjafaþingi eða hvoru tveggja. Því að það væri þá til þess að upphefja það hlutverk okkar að fræða og rannsaka og vinna gegn mannréttindabrotum. Þá myndum við varpa ljósi á það hvað þið eru búin að sjá og upplifa, til dæmis á síðastliðnu ári. Og ég held að það gæti verið mjög gott. Félagsráðgjafafélagið hefur nokkru sinnum á síðastliðnu ári verið með yfirlýsingar gegn þjóðarmorðinu sem á sér stað á meðan við erum hér. Og ég held að við getum staðið betur á bak við forystu félagsráðgjafafélagsins og deilt slíkum yfirlýsingum eins og kannski sum okkar hafa gert en ekki í nægilega miklu mæli því að það hefur ekki mikið heyrst í fagfélaginu eða í fagfélagunum. Og svo held ég að við getum styrkt okkur félagsráðgjafa sem að hafa vilja vera í sjálfboðastörfum í Palestínu. Vegna þess að ég hef allavega oft verið í Palestínu og ég kannski þarf ekki mikið á fjárhagslegum styrk að halda en það kostar mikið að fara út og ég held að félagið gæti sinnt því að þegar maður í sjálfboðaliðastörfum þá maður svo sannarlega líka félagsráðgjafi. Því að þú veist, einu sinni félagsráðgjafi, ávallt félagsráðgjafi, myndi ég vilja breyta skátakveðjunni í. Og þannig að maður félagsráðgjafi, maður að hitta félagsráðgjafa þegar maður í sjálfboðaliðastörfum og þetta bara hluti af í rauninu okkar svona síðareglum að kynna okkur hluti á vettvangi og koma þeim síðan til skila. Og ég ætla, og ég veit að einn af slíkum sjálfboðaliðum sem hefur farið út hún Sólveig Björk Sveinbjörnsdóttir og hún ætlar að taka við og segja ykkur núna frá sínum störfum og gjörðu svo vel, Sólveig. Já, ég ætla aðeins að fara að taka eina grein í viðbót eða eina málsgrein í viðbót tengt siðareglunum en það það sem tengist að félagsráðgjafi tekur þátt í stefnumótun stjórnvalda mótmælir óréttlætri stefnu og framkvæmd hennar varða jaðarsetta hópa samfélagsins og aðra minnihlutahópa hópa sem þarfnast opinbers stuðnings til að njóta félagsins réttindis og mannréttinda. Þannig að við höfum heldur betur hlutverki að gegna í þessari stöðu sem upp hefur verið. Já, mér langar aðeins bara að koma, eins og við vitum þá var bara alþjóðleg mannrétt og mannúð í upplausn. Við bara hættum í rauninni að við sáum að það var ekki hægt að treysta á þessar alþjóðlega stofnanir sem var búið að byggja upp síðan seinni heimsstyrjöldinni. Öryggisráðið, það var ekki tekið neitt mark á því, það var ekki tekið neitt mark á alþjóðlega dómstólnum. Mannúðar samtök gátu ekki fara á vettvang. UNRWA var þarna með veikum mætti að mæta hópnum, að mæta fólkinu á Gaza. Fólki hafði ekki tækifæri til að flýja til nágrannaríkja eins og venjulega staðan.
þegar stríð eiga sér stað og fá vernd og þar eru þá reistar flóttamannabúðir og þessi brot og allt þetta hefur verið brotið og ég ætla bara 2024 á þetta að vera 2023 smá villa en þetta er í rauninni staðan. Við í rauninni erum vanmáttug, vonlaus, reiði og sorgmætt yfir stöðinni og ég held að við öllum verið að upplifa þetta. Við erum ringluð og óttaslegin og við sjáum að það er í rauninni bara mjög fáar eða enga leiðir. Það urðu til leiðir sem minnst hérna á Íslandi og ég held að þetta hafi verið dálítið einsdæmi þetta sem átti sér stað hér. Ég veit að þið voru líka máttlaus, dofin og vonlaus og við kannski einhvern veginn byggðum kannski upp ykkur siglu sem kannski er ekkit endilega það besta en við verðum einhvern veginn að lifa af og ég mætti mig öskrandi reið að mótmála á Austurvelli og ég veit að það voru nokkrir líka sem að ég þekki til innan félagsráðgjafar og sálfræðinga sem að gera það. Já, og hvað er þá til ráða? Og það virkaði ekki að fara eftir pólitískum, diplómatískum leiðum til þess að forða Gazabúum frá þjóðarmorði. Það virkaði ekki, en þá kom 6 mánuðum seinna frá ríkinu. En fyrir þann tíma, á þessum tímabili, 6 mánuðum, þá höfðu 35.000 af 40 rúmlega verið drepnir. Þannig að þetta var ansi blóðugt þarna í upphafi og er ennþá. Það var það Bergþóra Snæbjörnsdóttir, María Þrastardóttir og Kristín Eiríksdóttir sem eru sjálfboðaliðar og líka Solaris sem að blöskruðu þessa vanræksla og seinagangu stjórnvalda og leituðu leið og fundu leiðir. Og framvindan var sú að 7. febrúar var fyrstu fjölskyldunni forðað, fjölskyldun sem var með dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar, forðað frá þjóðarmorði og saminuð með feður sínum á Íslandi og eiginmanni, það móðir með 3 börn. 20. febrúar var 16 viðbótar forðað frá þjóðarmorði og 50 skráðir með ferðaleyfi. Tölurnar voru hærri en ég bara fann ekki alveg heimildirnar og ég vildi ekki fara með neitt rangt mál. En það er ekki fyrir þá í 8. mars að 75 var bjargað eða forðað frá þjóðarmorði á vegum utanríkisráðuneytisins. En allt í allt voru 200 palestínubúar skráðir af sjálfboðaliðum Solaris og forðað frá þjóðarmorði með aðstoð Íslendinga. Og við erum ekki að tala bara þá sem voru með samþykkt dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar, vorum líka að tala fólk að koma þeim yfir landamærin til Egyptalands og sameina fjölskyldu sínum þar eða rauninni fara eitthvað annað áleiðis, finna leiðir annað. Þannig að við erum ekki að tala bara þessa einstaklinga sem komu hingað til landsins. Já, ég sem sagt ásamt tveimur vinkonum mínum og dóttur fórum til Kaíró í 5. mars síðastliðinn og vorum þar í 6 daga í sjálfboðaliðastarfi. Ég, eins og við nefndi áðan og ég veit að þið voru öll að upplifa þennan vanmátt og ég hef unnið mjög mikið á vettvangi og meðal annars í flóttamannabúðum þegar stríð átt sér stað og fólk hefur þurft að flýja til þess að bjarga lífi sínu. Þannig að ég var mikið að fylgjast með og hitti sjálfboðaliða og líka mótmælendur og þar var ein sálfræðingur fyrir kollegi minn að gerast á staðnum og stundum var eitthvað sem þurfti að gera og stundum var ekkert að gera. Þannig að við fórum bara ákveðum út, við höfðum ákveðið verkefni og við vorum alla tilbúin til að fara. Við kostuðum okkar eigið fargjald, uppihald og húsnæði og þegar við og eins og myndin hérna sýnir dóttir mín og Hrefna Klásin vinkona mín. Við höfum báða persónulega tengingar líka, við þekktum fólk sem átti ættingja á Gaza og ég þekkti móður einnar sem var inn á Gaza. Þannig að við notum alla okkar möguleika til þess að hjálpa til líka með það og fórum í persónulega fjáraflanir bara til þess að reyna að hjálpa líka öðrum meðlimum sem voru ekki með dvalarleyfi á grundvelli sameiningar og því að þar voru fólk ekki á þessu aldursbili sem leyfir það. Og það tókst til og það hjálpaði sálartitrinu mínu einhverju leyti og kannski er þetta einhver hégómi en sama, þetta var eitthvað sem ég fann að hjálpaði mér, þetta er eitthvað litla sem ég gat gert. En á þessum tíma skráðum við 20 einstaklinga og þannig eru þær
á gólfinu að sortera gögnin og þarna varum að ræða okkar hlutverk var í rauninni að vera tengilegur á milli ættingja á Íslandi og ættingja sem voru þá í Kaíró, sem í rauninni flesti fóru með umsóknina inn á ferðaskrifstofu sem kem inn á eftir og þessi gögn sem þurfti til þess að fá þetta ferðaleyfi. Og það var að ræða þá fæðingarvottorð, fjölskylduvottorð, vegabréfsafrit og fleira. Þannig að við vorum með prentara og við tókum rauninni við keflinu af Kristínu Eiríks og Hönnu Sim sem voru þegar á svæðinu búin að vera í hálfa mánuð og ekki í fyrsta sinn og voru orðnar mjög þreyttar. En samt, bara þurftu líka að sinna sínum verkefnum heima við og sinni fjölskyldu. Þannig að það var strax vitað að það var eitthvað erindi sem við höfðum og við gátum lagt eitthvað að mörkum. Þannig að á þessu tímabili, á þriðja degi fór í rauninni allt þetta á stað. Við höfum bara, fyrsta daginn vorum við bara, ég ekki bara aðeins kíkja á markaðinn og kaupa kannski smá kardímónur og eitthvað. Og þegar við vorum á markaðnum og komum við dálítið langt frá þeim stað sem við byggum og þar sem við höfðum líka þessa óformlegu skrifstofu, þá komu hrindu símtölunum inn og þá var í rauninni komin fullt af verkefnum og við vorum bara á hlaupum og beint upp á í íbúðina og hófumst handa og í rauninni hættum ekki og varla sváfum í þessa síðustu 3 daga. En þannig að við sáum það að búa til þessar tengingar. Í sumum tilfellum ættingjar fóru inn á þessa ferðaskrifstofu sem heitir Hala-skrifstofa og kem aðeins inn á það betur á eftir og það voru flestum tilfellum voru ættingjar sem fóru inn á þessa skrifstofu en í sumum tilfellum fóru við. Það var ekki ættingja að ræða sem að gat sinnt þessu. Og það var og Hrefna Klásin tók að sér það hlutverk. Þannig að þetta voru fjöldamörg verkefni sem sjálfboðaliðarnir voru í raun að sinna. Við vorum ekki í því að aðstoða veika og særða sem betur fer segi ég út af því að það var ekki þannig og það auðvitað reynir rosa mikið á en þetta sérstaklega í upphafi þá var mikið þannig stuðning sem þurfti og fylgja fólki heim til Íslands eða fylgja fólki til Íslands og svo þetta sálfélagslegu stuðningur og annað sem að þurfti til. Þannig að þetta voru óteljandi verkefni. Já, þannig á kaffihúsi í nágrenni Hala-skrifstofu þar hittu við oft ættingjana og þarna með okkur á mynd dóttir mín og túlkur og Hanna sem er búin að forða fólki frá þjóðamorðum, fjölda fólki og fjölskyldur og hefur verið alveg drifkraftur og var okkar svona hjálpað okkur að læra þessi vinnubrögð þegar við vorum á staðnum. Þannig að, og þarna þessi margum tala Hala ferðaskrifstofa í Kaíró sem í eigu sonar Egyptalands forseta. Svona þetta, svona gerast kaupin á eyrinni þarna. Og eina útgönguleiðin á þessum tíma var í gegnum þessa skrifstofu fyrir Gazabúa. Áður fyrir átökin og fyrir þjóðamorðið þá höfðu Palestínubúar möguleika að komast út á 3 skrifstofum en það var ekki boði og krafist var $2.500 á eitt barn og 5.000 fyrir eitt fullorðinn. Og þetta ferðagjald hafi 4-faldast eftir innrásina. Þannig að það var bersýnilegt að það var verið að græða á neyð annarra og í stríðshrjáðum aðstæðum. Já, bara núna nýlegu fréttir, svo við erum dálítið, þetta búið að vera svo lengi og við erum bara svona dálítið dofin bara og það svo margt annað líka sem nú Líbanon og þetta einhvern veginn endalaust en bara nýjustu fréttir frá Al Jazeera að minnstu kosti 33 hafa verið drepnir bara núna í gær á Gaza og það líka sérstakur skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna sem hefur notað sem segir að herr Ísraels hafi notað svelti sem verkfæri til að drepa fólk og til að neyða fólk til brottflutnings í norðurhluta Gaza. Þannig
En bara svo við þetta bæta, þá hafa sko í rauninni 30.000 hjálparstarfsmenn, 300, maður tölurnar orðnar svo afstæðar einhvern veginn, 300 hjálparstarfsmenn verið drepnir á Gaza og 120 fjölmiðlamenn. Þannig að þetta er auðvitað bara algjört einsdæmi hvað tölur varða, það er engin miskun og allt látið yfir ganga. Þannig að bara í stutt tók eina mynd þarna, fallega mynd, fallegt blómstrandi tré þarna í marsmáni og bara ljóð frá Palestínumanni sem ég ætla bara að enda þetta erindi með. Ég ætla ekki að fara með það. Bara takk fyrir mig. Takk innilega fyrir þetta, en við ætlum að fá hana Vilborgu Oddsdóttur, félagsráðgjafa, hér að lokum til að segja stuttlega frá Spokmæ, hennar reynslusögu hér áður en við förum svo í umræður. Takk fyrir. Hérna hún Spokmæ, hún veiktist og ég held að það var nú aðalega verið mikið stress og kvíði fyrir því að fara að tala fyrir framan hóp. En ég kynni Spokmæ fyrir kannski, þetta sé ekki svona 4 til 5 ár síðan, tími voru svo afstæðir hjá mér. En ég baði hann að vera með þetta erindi, hún féll sína reynslu bara að kerfinu á Íslandi. Og hún féllst á það vegna þess að í maí síðastliðinn þá fékk hún ríkisborgararétt á Íslandi. Ef að það ekki verið komið hefði hún aldrei þorað því vegna þess að bara hún hefði óttast að hún var að styggja eitthvað sem að myndi að fresta því að hún fengi þá eitthvað réttindi hér. En ég er líka leiðir eftir það, þessi stúlka, hún er fædd í Pakistan við héraði upp við Afganistan. Hún er fædd 2002 og flýr til með föður sínum 11 ára til Svíþjóðar. Það var mamma hennar dáin og pappinn hafði kynnst á annarri konu og gifst henni og hún bjó í Svíþjóð. Þannig að þau fara þar en móðurinn og pappinnar voru þá komin til Íslands á undan henni og þegar hún er 16 ára þá fer hún eftir þeim til Íslands af því að hún var bara ein þarna í Svíþjóð. Þegar hún kemur til Íslands þá afhendur hún sitt vegabréf í við landamærin og það er samt ekki trúað, þeir trúa ekki þessar aldursgreiningu að hún sé bara 16 ára gömul og er send henni þessa tanngreiningu. Og eftir þessa tanngreiningu þá er sagt að hún geti ekki sameinar fjölskyldur sinni að hún sé yfir 18 ára samkvæmt tanngreiningunni og lögreglan kemur heim til hennar, tekur hana fasta og hún er geymd sólarhring án síma, án nokkurs út á Keflavíkurflugvelli, hún veit ekkert hvað er í gangi og er send til Svíþjóðar. Pappinnar frestar þá því að sækja hér bara setur á frost sína beiðinu að fá kennitölu eða leyfi hér á Íslandi og fer með henni til Svíþjóðar og þar eru þau í cirka ár og hún kemur þá aftur til Íslands og það er þá sem ég kynnist henni, ég kynnist með þessu fjölskyldur hennar í gegnum hana Helenu að því að hún er að benda á mig að það vantar aðstoð fyrir þessa fjölskyldu til hjálparstarfsins og ég skil bara aldrei í því af hverju þessi unga stelpa sem er þá að verða 18 ára gömul er ekki með neitt stuðning og þegar hún kemur þá fékk hún engan stuðning, hefur aldrei fengið hvorki vasapening, læknis, lyfja eða stuðning með skólagöngu eða nokkuð skapa hlut frá hún kemur til landsins. Hún fer svo í vegna bara frábæra starfsfólki í FA, þá fer hún í sjúkraliðanám þar og fær mikið stuðning. Við hjálpum henni að borga skólagjöldin, bækur, út á tölvu til hún gæti verið í skólanum. Hún mátti til dæmis ekki fara í starfsþjálfun af því hún var ekki með kennitölu. Það var sama hvað lögfræðingur reyndi í kerfinu, Útlendingastofnun og kærumála að fá hana að fá kennitölu fyrir hana. Það var ekki, það er 4 ár án nokkurs réttinda á Íslandi. Bara, eins og hún segir námsráðgjafinn í FA hjálpa hann til að koma til tannlæknis og borga tannlæknin fyrir hana því hún bara gat ekki sofið vegna kvala. Við tökum fyrir hann alla skólagönguna, félagsþjónustan gat ekki aðstoðana því hún var ekki með kennitölu, hún var bara eyland hérna í öll þessi ár, gerist ekki neitt í kerfinu. 2023, þá kemur hún, þá fá hann hjá okkur,
hjá okkur í saumaverkefni sem við erum með hjálparsernum með innflytjenda konum og konum sem að sækja alþjóðlega vernd. Og hún þar, og svo alltaf einn daginn bara hverfur hún. Og þá hún búin að fá skilaboð það frá lögreglunni að þá Dyflinnarsamningurinn útrunninn, það var ekki lengur hægt að senda hana til Svíþjóðar, heldur átti þá að mæta og átti að fara með hana senda hana til Palestínu í þetta hér þar sem hún þekkti engan. Þar sem hún fer svo 11 ára gömul og engin. Þannig að hún fór í felur þarna sumar 2023 og en einhvern veginn þá samt sofnaði þetta mál gagnvart henni þannig að hún mætti í skólan að haustinu og var bara eins og segi eyland og þegar var orðið þannig að hún búið með bóklega námið og gengur ótrúlega vel. Hún talar frábæra íslensku, hún talar frábæra ensku, hún talar sænsku og svo sitt eigið tungumál. Þá tókum við okkur aðeila saman og segja bara hingað ekki lengra, nú bara gerum við allt og notfærum okkur alla aðstöður sem til að hjálpa þessar stelpu og eina leiðin var að fá vegabréf fyrir hana, íslenska ríkisborgararétt. Þannig að við lögðumst á alþingismenn sem við vissum að voru í nefndinni til að fá bara í gegn, bara þrýstum í gegn bara að hún fekk ríkisborgararétt sem hún fekk. Daginn eftir að kennitölu hennar komin, þá kemur barnavernd í heimsókn heim til hennar og hún kölluð á lögreglustöð rétt og eftir þessa heimsókn með félagsþjónustunni og fer þar yfirherslu það hvort það geti verið að pabbinar hafi verið að beita mansals ákvæðum að fá hana heim til Íslands, hvort hún hafi verið að vinna fyrir fjölskyldu sín og annað slíkt. Þannig svona, einhvern veginn, og þá hún hringdi í mig og sagði, Vilborg, þetta ekki rétt? Var ég ekki að fá ríkisborgararéttin? Jú, af því hún var kölluð á lögreglustöð og þá var það mansalsmál sem var rannsakað gagnvart pabbinar. Allt svona einhvern veginn kerfið alltaf verið að reyna að brjóta hana einhvern veginn niður hennar upplifun. En þessi stelpa sem ekki sigla inn, hún gefst ekki upp. Daginn eftir að hún fékk kennitölu, þá sótti hún hjá Landspítalanum, hún að vinna sem sjúkraliði í Borgarspítalanum og að taka starfsnámið sitt þar og hún sendi mér hérna tölvupóst með öllu að hún að ljúka stúdentsprófi núna í vor og hún ætlar að skrá sig inntökupróf fyrir læknisfræði í júní. Þannig að hún mun örugglega verða bara frábær Íslendingur bara hér á Íslandi að því ég held að þrátt sem hún segir öll hennar æska og unglingsár eru preguð af kvíða, veit ekki hvað gerist, daginn núna þegar ég vakna, fæ ég að vera, má ég vera í skólanum, verð með vísu á landi, hjá hverju má ég þá að vera, ég bara alein í heiminum, hérna hjá fósturmömmu minni og fósturfjölskyldunum minni, þú veist, það var aldrei neitt sem stektist eiginlega svona niður og talaði með henn og talaði við hann, svona augliti til augliti, sko, nema lögreglan þegar hún var þá sett inn í svona einhvers konar einangrun. En seglan ótrúleg og ég veit að seglan mun gera hana bara frábærum seglum í okkar samfélagi og bara takk fyrir hennar hönd. Ég held að hún hefði getað verið hérna. Að koma hérna upp og biðja ykkur að fara svolítið bara út úr boxinu og hugsa upp spurningar sem að þau vilji fá svör við. Enga feimni, það bannað og þetta á alltaf gangi út á að fræðast meira og kynnast málefninu enn betur og þær eru þá komnar hérna upp. Margrét Steinarsdóttir, Halla Björk, Halla Björk Erlends og Edda Ósk Thórensen, Dagbjört og Saga og síðan höfum við þá Sólveigu og Björk. Þannig að gefið þið merki og bara segja stuttlega hver þið eruð og beinið þá spurningum til þeirra sem hér eru uppi. Félagsráðgjafar eru ekki feimnir, muniði. On we go. En þá til þess að bara brjóta í sinn að þá langaði mig að koma með fyrstu spurningu til ykkar frá ríkislögreglustjóra. Bara hver mesta áskorunin í ykkar starfi? Ein létt og lipur. Hvað myndið þið segja að... Sko, ég fór náttúrulega yfir það þarna og við erum náttúrulega rosalega bundin bara af löggjöf og við erum alltaf... Tala hærra? Já, tala vel, já. Við erum náttúrulega, eins og komum inn á mörgum sinnum, fundir hjá okkur og við förum yfir hvað við gerum vel
hvað þurfum að bæta næst og svo höldum við áfram í næsta verkefni. Því að þetta er aldrei persónulegt. Þannig að við erum bara að vinna eftir lögum og reglugerð og höldum svo bara áfram og það er einhverja annara að ákvarða hvernig það er mótað og við bara fylgjum því. Takk. Það komið hérna á sal. Góðan dag. Mér langar að beina spurningu til hana Margrétar. Ég heiti Gerður og ég er ráðgjafi flóttafólks á Vesturmiðstöð hjá Reykjavíkurborg. Þú nefndir það aðeins en komst ekki nógu mikið inn á það fyrir minn smekk að núna er Útlendingastofnun að fá mikið af umsóknum frá fólki, sérstaklega frá Venesúela en öðrum löndum líka, sem er búið að vera hér með alþjóðlega vernd í 4 ár og uppfyllir öll skilyrði fyrir því að fá varanlegt búsetuleyfi, en fólk er að fá höfnun. Og ég veit að þið á Mannréttindaskrifstofunni eruð að safna saman upplýsingum þetta fólk og stefnið í að vísa því til umboðsmanns Alþingis, ef ég skil rétt. Geturðu sagt okkur aðeins meira frá þessu sem er í gangi hérna núna? Já, ég get það. Ég ætlaði nefnilega að nefna þetta, svo bara einhverju hlutu vegna þá gleymdi ég að koma nánar inn á það, af því að ég ætlaði að taka þetta sem eitt dæmi þegar kemur eitthvað upp svona nýtt og við fáum bara holskeplu fólks yfir okkur. En ég veit að það er ekki bara sko við, heldur hefur Rauði krossinn fengið hópa fólki til sín og hjálparstarf kirkjunnar til dæmis. Og við viljum meina að það virðist vera, við hefum nú ekki ennþá fengið svör við fyrirspurn frá Útlendingastofnun og hún laut nú kannski ekki heldur alveg að því, en það virðist vera sem Útlendingastofnun telji sér skylt á grundvelli nýra lagabreitinga að kanna hvort að fólk uppfylli eða skilyrði fyrir viðbótarvernd. Þetta er fólk sem hefur verið hér á viðbótarvernd og síðan að ef að könnunin leiðir til þess að heimaland þeirra þykir nú öruggt eða eitthvað þvílíkt, að þá er fólkinu gefið færi á að annarkvort kæra synjun á umsóknum ótímabundið leyfi eða sækja aðra tegund dvalarleyfis. Og eins og ég segja, við viljum meina að þetta sé ekki rétt framkvæmd og breyting á lögum, þessi breyting er ekki gild fólk sem kom hingað fyrir 4 árum síðan til dæmis og fekk þá viðbótarvernd. Þannig að við erum að vinna í því að útbúa kærur fyrir þennan hóp, þetta er svo stór hópur og í rauninni á sama við í prinsipinu, þetta eru bæði röng framkvæmd á stjórnsýslulögum og við viljum líka meina útlendingalögum. Þannig að við erum að vinna í því að gera bara eins og nánast staðlaða kæru og fólk geti kært þetta. Svo sendum við erindi á umboðsmann Alþingis, af því það er auðvitað hans að kanna hvort að stjórnsýslulögin séu virt. Og við erum að vonast til þess að hann fari í frumkvæðisathugun og svo er eitt enn að við erum búin að, eða ætlum allavega að reyna að fá fund með forstjóra Útlendingastofnunar og fara bara í gegnum málin, fá skýringar og svo framvegis og fá fræðslu bara stöðuna eins og hún er í dag. En þetta er nefnilega svo gott dæmi sem sýnir sko bara allt snögga breyting og lagaframkvæmd sem hefur sko áhrif á svo stóran hóp manna og bara svo Vilborg kom inn á að þetta eykur fólki svo mikið óöryggi, þetta setur líf þeirra allt úr skorðum, fólk sem er búið að koma sér fyrir hér og er í námi og svo framvegis, þannig að það er afskaplega mikilvægt að í rauninni að snúa þessu við eða koma því í þann farveg að fólk fái bara áframhaldandi dvöl hérna sko. Ég sagði áðan hérna að þessi mál sæti á sjálfkrafa kæru. Það er ekki efnismálin, það er bara Verndar- og Dublin-málin. Vildu bara koma að það, ég var búin að leiðrétta með hana sem skipti máli áðan. Kostingaðina. Takk fyrir alla saman, bara mjög gott. Ég meint spurningar til ykkar frá með leiðin heim. Og þess að þið sögðuð áðan að bara fá kannski hans ykkar útskýringu af því þegar þau eru svona ólögleg dvöl á Íslandi. Hverjir eru í ólöglegri dvöl af þeim? Það er ein spurningin, já. Af því að mér finnst hvernig enginn verið í ólöglegri dvöl, það er allir koma af því þeir eru neyð en sko við búum þau til sem ólöglega en það er bara mín skoðun. Og hitt er til ykkar, þá er það Dagbjört og Saga, Dagbjört, já. Mér finnst bara þegar þið voru að tala þessu frábært verkefni og því verið að hvetja til að vera tekið upp sér fast fyrir svona hópa sem koma.
Sko, nú erum við umræður svolítið í okkar samfélagi þessa móttökuskóla. Þú veist, ætti þetta módel heima bara fyrir alla sem að koma kannski úr erfiðum aðstæðum, hvað sem þær eru til Íslands, og að þetta módel þar til fleira heldur en bara hópa. Takk fyrir. Mitt svar kannski svolítið stutt, sko. Við tölum ólöglega dvöl, þú ert búin að fá niðurstöðu að þú eigir að fara úr landi og þá ertu ólöglega í landi. Og þetta er bara samkvæmt, í löggjöfin í rauninni. Og það eru þeir einstaklingar sem eiga að vera farnir. Og eins og ég tók fram líka að það flestir fara. Þú varst að tala í tengslu við móttökuskólana. Eða ef að, það er náttúrulega ekki slíkt Já, það væri alveg draumur að geta tekið á móti, að geta haft svona ljúfa byrjun fyrir þá sem að koma bara, í mislangan tíma þegar fólk er að koma úr mjög mismunandi aðstæðum. Að geta tekið bara vel á móti fólki sem er að koma og það geti fengið upplýsingar allar á einum stað. Af því að það er líka að afla upplýsinga og fara á þennan stað og hinn staðinn. Þess vegna lögðum við svolítið mikla áherslu á að þjónustan kæmi inn í miðstöðun og við getum hjálpað aðstoða fólk með að afla sér upplýsinga. En það eru móttökudeildir hjá Reykjavíkurborg fyrir fólk fyrir börn sem er að koma á grunnskólaaldri sem eru umsækjendur alþjóðlega vernd. Og svo eru íslensku ver líka við skóla í 4 hverfum eða öllum hverfahlutunum í Reykjavík. Þannig að þessi umræðum, ég get eiginlega ekki tekið umræðum móttökuskóla þegar það er náttúrulega bara einhver hugmynd sem er komin frá einum flokki. Þannig en svarar þetta spurningunni þinni, viltu? Ég bara finna að þú tellir fyrst ykkur hugmyndafræði ekki við víðar. Já, það væri, ég myndi segja að það væri óskastaða, en þetta er náttúrulega bara alltaf spurningum fjármagn og þannig að við þurftum alveg að berjast fyrir því að fá að opna þessa skóla fjölskyldumiðstöð. Þannig að, en já. Eru fleiri spurningar úr sal? Hæ, ég heiti Edda og er í teymi fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd hjá Reykjavíkurborg. Mér langar bara að spyrja, mest frábært að fá frá ykkur hofdömum. Af því að nú er ég, var í veikindaleyfi, þannig að ég hef ekkert komið að þessu í langan tíma, en allavega áður en ég fór, þá var þetta stoðdeild. Er verklagið eitthvað breytt frá því að með þessum nýja heiti eða hefur verklagið alltaf verið eins? Að því ég heyri, mér er svo flott kynningin að þeir eru náttúrulega að gera þetta til að hjálpa fólkinu og allt þetta, en það er náttúrulega að upplifa þetta, þetta er ógn, innrás á heimilið, þau eru að koma og segja ykkur að fara, láta ykkur skrifa undir, þau vitið. Þannig að ég er svona, verklagið ekkert breytt, þetta er bara alltaf þeirra upplifun, þið reynið alltaf að fara. Sæl, góð spurning. Þegar við erum að breyta nafninu og með breytingunum og lögunum í fyrra, þá breytist svolítið upplagið í deildinni hjá okkur. Við erum núna með sérfræðingar sem er að taka viðtölu. Það var ekki áður. Það voru lögreglumenn að taka og reyna að fá samstarf. Núna erum við með þetta meira skipt, þannig að lögreglumennir eru meira bara í fylgdónum. En þetta er náttúrulega samstarf alltaf á milli okkar. En við erum að reyna að láta fólk sjá að við erum kannski ekki eins hræðilega og auðvitað þau upplifa. Og reynum að mynda meiri tengsl við aðilana. Það er svona okkar grunn, svona kjarni í okkar starfi. Þeir voru náttúrulega alltaf að reyna að ná samstarfi fólk, þessi lögreglumenn. En það er líka svolítið kannski verklega, þú ert með starfsmenn sem er á staðnum alltaf og er ekki í ferðunum. Þið þekkið öll, það er svo mikið álag og ef þú ert bara tekin í burtun og nú ert þú í burtu 5 daga, hver á að taka við boltanum á meðan? Þannig að það er þessi breyting, svo Íris tekur við sviðinu, þið hljótið þekkja hana eins
og það bara, mér finnst það sem gert núna bara rosalega flott. Svo náttúrulega fengum við Marín til liðs við okkur frá Rauða krossinum og það bara búið að vera að gera rosalega margt og við erum alltaf að reyna að gera betur. En það var fenginn inn einstaklingur sem var með mikla reynslu sem að kom inn fyrir nú 2 árum. Hann er á staðnum þegar við hefjum störf og þá eru þessar breytingar í vinnslu. Þannig að þetta er búið að vera lengi og Kristín María líka þegar hún tekur við deildinni og svona, þú veist, og Sigurgeir, það er alltaf verið að reyna að gera þetta betur. Já, ég bara takk kærlega því ég finn þetta, því ég hef ekki komið að þessu sko eftir að koma veikindaleyfi, þannig að það er eitthvað breyting þarna, því þetta var miklu, en bara frábært hjá öllum, ég langar bara að þakka kærlega fyrir. Takk, ég er með eina spurningu hérna til Sólveigar og Bjarkar. Hvernig eru sko störf félagsráðgjafa í Palestínu núna? Hvernig eru kollegar okkar að fara í gegnum og hvað eru þeir að fara í gegnum? Ég er að spyrja þig. Það er kollegi hérna. Halló. Það talsvert menntaða félagsráðgjafa í Palestínu. Ég hef farið 3 á Gaza en miklu oftar á Vesturbakkann og hitt þar kollega og það líka í Ísrael. Og ég hef hitt þá félagsráðgjafa sem eru aktífir í svona friðarbaráttu, í samstarfsverkefni milli Ísraels og Palestínumanna. Og þau bara vinna mjög hefðbundna félagsráðgjafa vinnu sem ég hef hitt í Palestínu. Eru í heilsugæslunni, ég hef verið að heimsækja svona mobile clinics sem eru svona heilsugæsla á hjólum og þar eru yfirleitt alltaf félagsráðgjafar, þeir eru í svona mæðravernd og þeir eru í barnavernd og þeir eru bara í svona mjög hefðbundnum félagsráðgjafastörfum. Þannig að ég hef bara lagt mig fram það, ég hef yfirleitt verið að þegar ég er í Palestínu annarkvort ég ofta að ferðast með manninu mínum og erum að heimsækja svona fyrir fólk og bara að fá upplýsingar stöðu mála. En svo hef ég verið að vinna þetta líka við ólífutínslu í svona bændasamfélögum. Og þegar ég er að fara í einhverjar borgir þá hef ég reynd að hitta einhverja félagsráðgjafa af því að maður alltaf félagsráðgjafi þegar maður það og yfir bara til þess að vita hvað þeir eru að gera. Þannig að það talsvert þetta. Já, bara tiltölulega fjölmenn stétt. Og svo einn svona mjög skemmtilegur, hann hefur komið 2 til Íslands á vegum blindrafélagsins, Síad Amró. Hann félagsráðgjafi og með meistarapróf frá Bandaríkjunum í félagsráðgjöf. Hann blindur og hefur þess vegna komið 2 til Íslands á vegum blindrafélagsins. Mjög öflugur maður sem vinnur í palestínsku heimastjórninni eða PA eða og í ráðuneyti svona, hann að fylgja eftir samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þannig að ég alltaf til dæmis í sambandi við hann og gisti heima hjá honum þegar ég í Ramallah. En ástæða til þess að félagsráðgjafafélagið eða við félagsráðgjafar í Íslandi setjum okkur meira í tengsl við kollega okkar þarna úti? Já, ég held það því að bæði bara þegar félagsráðgjafar fara út sem sjálfboðaliðar og við gætum búið til einhver verkefni með því að fara bara á staðinn, því að það að fara á staðinn og upplifa ástandið, það gerir fólk einhvern veginn meira meðvitað það hvað á sér stað. Það alveg klárt þjóðarmorð á Gaza núna, á Vesturbakkanum hefur ástandið versnað og þar fólk bara líka innilokað á allt annan hátt umkringt landránsbyggðum og landtökufólkið alveg rosalega ágengt inn á öll svæðin og þetta bara allt annars konar hernám. Og ég held að ef við myndum komast að einhverjari samvinnu og þá gætu einhverjir félagsráðgjafar bara farið út og kynnt sér ástandi og sagt frá því heima. Því að ég held að við gætum haft meiri samvinnu til, já. Takk fyrir þetta. Mér langar svo bara að kasta til ykkar allra bara því aðeins hugleiðið þetta af því mjög rauðu þráðan hjá okkur öllum var í raun og veru meira samstarf, meiri interaktion á milli kerfana og bara leyfa ykkur aðeins að tjá ykkur það, hvers virði og hvers vegna og hvað kæmi út úr því. Margrét, ef þú vilt byrja. Samstarfið þetta rosalega mikilvægt og ekki bara milli frjálsra félagasamtaka heldur líka stjórnvalda og frjálsra félagasamtaka og ég held að myndi skila miklu ef það væru haldnir til dæmis reglulegir fundir
Ég var nefna ána við ætlum að reyna að fá fræðslufundi á Útlendingastofnun, það væri rosalega flott eins og til dæmis upplýsingarna frá ykkur. Mér fannst það alveg frábærar og skrifstofan var enda fyrir nokkrum árum óháður eftirlitsaðili með framkvæmd stoðdeildar á flutningi fólks á landi og í okkar skýrslum kom alltaf fram hversu vel væri að þessu staðið. Eina sem við gerðum athugasemdir við að fólk var látið skrifa undir skuldaviðurkenningu sem var bara á íslensku og hún var óútfyllt. Þannig að það var einhver ótilgreind fjárhæð sem hún skuldaði, en það sýnir kannski líka að það var þá ekki mikið sem að þurfti að gera athugasemdir við, en bara að koma saman. Það var starfað hérna eins og teymi málefni innflytjenda og þar kom fólk til dæmis frá Útlendingastofnun og fleiri aðilum, þjóðskrá og fleira, og ég sakna þess nefnilega svolítið að hafa ekki þetta samstarf til dæmis, af því ég held að það skilir svo miklu og mér finnst líka eins og fólk sem að ég hef verið að tala við sem inn í kerfinu, en það líka vill gera vel og vill hjálpa og svo framvegis. Þannig að við verum að passa okkur allavega að vera ekki með svona við þið afstöðu. Því að ég tel enga ástæðu þess, en því fleiri sem koma málum og því meira sem við vitum starfsemi hvors annars, því betur getum við nýtt okkur það og þá komum við inn á, eins og ég nefndi áðan, til dæmis með Mannréttindastofnun, Umboðsmann og Jafnréttisstofu. Þetta eru svona samlegðar áhrif og þessar stofnanir geta unnið saman og þannig náð svona, já, fengi meiri slagkraft, vil ég meina. Ég held að við komum svolítið mikið inn á þetta alveg í gegn hjá mér og ég bara alveg hjartalega sammálaður. Mér finnst líka bara rosalega gaman að fá að hitta hópinn og eftir að í hlénu þá kom fólk og talaði við okkur. Við viljum fá þetta samtal og fá upplýsingar. Við erum búin að eiga rosalega gott samstarf núna við ákveðna starfsmenn hjá Rauða krossinum til dæmis og ég held að það hjálpi bara öllum út af því að við erum að vinna með fólk og hvernig við erum að vinna þetta, þú veist, það á eftir að taka breytingum, það alltaf að taka breytingum og það svona þurfum við alltaf að hjálpa stað að gera þetta betra og mér finnst bara fyrir Íslands ég búin að hlusta hérna þetta hjálpa mér rosalega mikið og bara rosalega gaman að fá að taka þátt í þessu og ég held að þetta sé bara eitthvað sem við vinnum öll saman með áfram. Ég held að það sé bara allir saman með það og ég á eftir að hafa sambandið bara það nú vitur það. Já, sko það sem að okkur langar mjög mikið að gera núna, okkur Dagbjörtu, hún þurfti því miður að fara, en að útbúa svona einhvers konar ramma utan verkefni, þú veist, að því að núna hefur við reynsla 2 verkefnum, þú veist, og hafa eitthvað módel tilbúið þegar, þú veist, að því að við vitum alveg að það mun koma annar stór hópur, hvenær sem það verður og hvaða hópur sem það verður vitum við ekki, en og svo viljum við eins og efla samstarf, þú veist, auðvitað formgera kannski samstarfið betur við velferðarsvið, en líka að fá aðila eins og Rauða krossinn, UNICEF inni og líka samstarf við önnur sveitafélög. Af því að þú veist, við vorum alveg að fá fyrirspurnir líka frá öðrum sveitafélögum og þá mest nærliggjandi, þú veist, hvort að, þú veist, það mætti, við getum tekið á móti fleirum, þú veist, við vorum með eina fjölskyldu frá Kópavogi, en við þurftum samt svolítið að afmarka við Reykjavík að þegar við bara höfðum ekki húsnæði eða mannskap til þess að bjóða fleirum. Þannig að það svona, já. Takk. Já, þetta stór spurning og mikilvæg og eitt sem mér finnst líka mikilvægt við munum að þetta eru pólitískar ákvarðanir hvernig tekið á þessum málaflokki og það örugglega mjög erfitt að framfylgja einhverju sem er alveg að mörkunum er mannúðlegt eða er rauninni kannski á skjön við mannúðarlög. Þannig ég hef fulla samkennd fyrir þeim sem er að vinna þannig, en á sama tíma þá er þetta líka spurningum að taka þeirri áskorun að kannski fylgja ykkur eftir sem að, já, kannski ykkur leiti, maður er kannski ekki alveg 100% kannski sáttur í hjarta sínu, það sé rétt. En mér finnst líka mikið af þetta að við vinnum saman, að taka þessi tilvik sem að vekja upp líka mikla umræðu í samfélaginu, þar sem að það koma upplýsingar héðan og þaðan og við getum í rauninu unnið saman að þessum eins og bara svona case conference eins og við félagsráðgjafar þekkjum svo vel. Að við séum að skoða þessi mál og hvar liggja mörkin milli pólitískra ákvarðana og
mannréttinda. Sko, við verðum að taka þess að við getum ekki, þó við vitum auðvitað hvernig pólitíkin virkar, en við viljum ekki algjörlega bara stoppa þar. Við viljum ekki bara, já, nú þessi flokkur í stjórn og þá erum við auðvitað bara að sigla í þetta. Mér finnst við þurfum að vera bara með sterkari rödd og bara, ég veit að kannski þetta hljómar eitthvað útópískt, en ég held að við þurfum bara að hugsa eitthvað útópískt og fara út fyrir kassan og ég er ekki bara að tala ástandi hér, heldur líka bara ástandið í heiminum. En það held ég sé þörf fyrir núna mjög svona creative thinking til þess að reyna að, já, taka á ýmsum mjög brennandi málum. Áðurna Björk svaraði bara að segja ykkur frá því að við buðum öllum framboðum að horfa á streymið eða koma og ég er alveg vissum að mörg þeirra hafa nýtt sér það, bara svo þið vitið það. Mér langar að segja eitt, ég held að það gæti líka orðið samstarf á milli svona sjálfboðaliða og jafnvel aktivista og stofnana. Því að ég held stundum að það samtal þurfa að eiga sér stað. Ég átti mjög merkilegt samtal hérna við félagsráðgjafa í hlénu málefni Jasans. Að því að við sem að með mikilli baráttu einmitt svona aktivista þá endaði á því að hans brottflutningi var snúið við á síðustu stundu og við þurfum ekkert að fara út í það, við erum að fara að kjósa einmitt meðal annars út af því síðar í þessum mánuði. En þá var einmitt félagsráðgjafi hér í salnum að segja mér sem að vinnur einmitt í málefnum fólks með fötlun að það búið að vera brottvísa öðrum börnum með fötlun og þú veist sem að komist aldrei í fjölmiðla. Þú veist við verðum að gæta sko jafnræðis og aktivistarnir þeir veit ekkert af því máli. Þú veist, af hverju er ekki hægt að tala líka á milli? Þú veist, stofnanir þurfa stundum að segja við fólki sem að hefur hæst. Heyrðu, þú veist, við vitum líka, þú veist, ágætlega, við vitum betur, við vitum að þetta er svona og svona, en það ásér ekkert samtal á milli svona háværshóps og þess sem að síðan þekkir og hefur yfirsýn yfir öll málin og ég held að það samtal geti átt sér stað. Takk. Það er ein lokaspurning úr sal. Já, Steinunn. Já, mér langaði bara til þess að koma örlítið leiðréttingu á framfæri en fyrst vildi ég þakka kærlega fyrir þetta málþing og mjög áhugavert og gagnlegt fyrir okkur og ég heiti Nína og er frá Rauða krossinum og leiðréttingin varða það að því Edda nefndi að það hefði komið ákveðin starfsmaður frá Rauða krossinum eins og viðkomandi starfsmaður hefði komið að því að laga verklagið en viðkomandi starfsmaður var hættur hjá félaginu þegar hún tók upp störf hjá heimferða og fylgdardeild. Þannig að það sé bara á hreinu. Takk. Eru fleiri spurningar við tíma fyrir eina? Og ég kannski bæta við hérna, þetta var bara, ég vildi koma því framfæri við, það hafa orðið breytingar. Ég minna held að starfsmaður sem hefur verið í Rauða krossinum myndi ekki koma yfir til okkar nema hún taldi að við værum að vinna hlutina af þannig að þú getur, þú stekkur ekki úr einu starfi yfir í annað annars að þú getur svona, já, skilur hvað ég er að fara hérna. Það var bara það og mér finnst breytingar sem hafa orðið bara mjög flottar hvernig það er staðið all. Og það má alltaf gera betur. Steinunn, fyrir fram að þig. Já. Ég heiti Katrín og félagsráki og mér langar að taka undir orð Bjarkar að auðvitað er mjög gott að einhverjir aðilar fái vernd og fái að vera áfram hérna í Íslandi. En því miður erum við með stóran hóp kvenna til dæmis frá Nígeríu sem er verið að vísa landi með börn og eru með fötluð börn og eru með börn í kirkjugarði hér á Íslandi en þær eru búin að tapa réttindum sínum í Ítalíu eða Möltu og þannig að það á að vísa þeim öllum til Nígeríu aftur. Það sem er komið kannski fyrir 15-20 árum til Evrópu. Þannig ég vil bara vekja athygli ykkar á þessu. Einhver komment á þetta? Áður við lokum. Ég kom inn á þetta með réttindamissin áður. Að það eru einstaklingar þegar þeir hafa ekki snúið tilbaka til lands og þetta er náttúrulega bara mjög sorglegt. Og þetta skiptir máli að fólk þekki réttindi sín, hvað þetta varðar. Já, mér langar bara að kommenta á það sem að Björk var að segja, einmitt samstarfið, samtalið, af því að þú veist eins og í tilviki Jasans,
hvernig haldið að barninu hafi liðið. Hann var á forsíðu allra blaða og allir að tala hann og í fréttum og þú veist, hann hálfnaður upp á flugvöll, hann snúið við, þú veist, þetta, hvað var best fyrir hann þarna? Ég er ekki að segja bara frábært hann fekk að vera á allt það, en þú veist, ef það væri meira samtal, meiri upplýsingar, meiri samvinna einhvern veginn. Ég ætla þá að fá hana Steinunni formannin okkar bara til þess að loka málþinginu og ég vil þakka ykkur öllum sem kom hérna fram fyrir mjög fræðandi og fróðleg erindi og ykkur kærlega sem komuð og ykkur sem hlustuðu hvar sem þið eruð í veröldinni. Já, við förum hérðan í dag með miklar upplýsingar, nýjar. Ég var að læra fullt nýtt, var alltaf að læra fullt nýtt og ég held að lykilorðið eins og svo oft áður samstarf. Við þurfum að tala meira saman og það akkurat það sem við höfum verið að gera hérna í dag. Við vorum með fund líka fyrir ári síðan og höfum haldið þessa fundi núna í nokkur ár. Og förum alltaf jafn uppfull af bjartsýni það að við getum haldið áfram að tala saman og vinna meira saman. Ég held að við þurfum að leita leiða og ég held að við þurfum bara að gera það öllsömmul, fara með það tilbaka í okkar bakland og horfa hvernig við getum gert þetta. Ég nefnilega man þá tíð þegar Alþjóðahúsið var og hét að þá var ég svo heppin að vera í þessum hópi sem hittist reglubundi, hvort það var bara heila mánaðarlega og mjög gagnlegt þar sem að fólk hittist og bar saman bækur. Svona svolítið líkt eins og velferðarvaktingir, þetta svo mikilvægar upplýsingar að hittast með reglubundum hætti, tala saman og ekki einstök mál heldur bara stöðuna eins og hún er. Mér langar til að þakka kærlega ykkur sem að voru með erindi hérna og gáfu ykkur tíma til að koma að vera með okkur og fræða okkur af ykkar reynslu, frábær erindi og ég ætla að þakka kærlega fundarstjórunum okkar, Maríu Björk Ingvadóttir fyrir góða fundarstjórn. Vel gert. Bestu þakkir. Og ég þakka kærlega ykkur sem að eruð að fylgjast með okkur á netinu og kærar þakkir öllsömmul sem að gáfu ykkur tíma til að koma og vera hérna með okkur og við erum bara rétt að byrja, það ekki bara áfram við og óska ykkur velfarnaðar út í daginn.